Já, velkomin á Frelsi TV í djúpköfun með undirrituðum og Guðjóni Hreimberg sem að smeygja sér í búninginn. En ég ætlaði kannski aðeins að fjalla Xinjiang kjarnorkusprengjuna þar til að Guðjón blessaður dettur inn. Og hann alveg að koma reyndar. En það eru fleiri upplýsingar að koma fram sem að benda til þess að þessi kenning sé svo rétta, að þetta hafi verið einhvers konar kjarnorkuárás. Bíddu nú við, þarna fer allt í gang. Það fór allt í gang. Guðjón mættur, sælmeistara Guðjón. Hæ, heyrist í mér? Já, mjög vel. Ljómandi. Ég var að tala um kjarnorkusprengjan í Kína og Hefur að debata það? Já, spurning. Það erfitt að debata staðreyndir. Þeir voru að birta núna meiri myndir af þessu og það féll einhverju svona einkennilegir bránaður metall einhver og ef þeir helltu vatn á það þá brann vatnið. Já, ok, ég þarf að sjá það. Það gerist ekki þegar þessi efni sem þeir eru að tala um að hafa verið notuð, heldur gerist það þegar að úraníum og þessi kjarnorku eru notuð. Er eitthvað ekko í mér? Nei, ekkert ekko. Er ekki með sömu tölvu venjulega, sko? Já, nei. Ég er ekki búin að setja headphone inn. Já, þú kemur inn á hlaupum bara. Já, ég var að skipta tölvum helgina, það var allt í uppnámi út af því. Já. Tölva mín biluð og ég fekk lánstölvu. Já, ótrúlega hvað maður háður þessum tölvubeglum. Já, þetta ágætis vel að það tók mér helgina að setja hana upp, sko. Já. Þess vegna var ég ekki tilbúin að réttum tíma á hann. Var það þess sem vorst að birta endurunnið efni á rásunni hjá þér? Já, þarna endurist þjóðveldi. Ég ætla að vera löngu búin að því, ég ætla að gera eitt fæli viðbútt. Það býta aðeins, ég hérna með double talk núna. Á ég ekki setja eyrnaplöggið samt? Býta aðeins, ég þannig að hafa til þess að sjá svona, já, til þess að sjá kommentin, þá þarf ég að starta hérna. Ok. Já, fyrir ekki, þú varst að segja? Já, er ekki rétt að ég hafi plöggið þó að það sé ekkert ekko? Jú, það er alltaf betra. Því að þú ert með plögg. Já, það er í stíl. Það er hluta búningnum að vera með plöggið, sko. Nú soundar miklu betur, sko. En ég birti hérna vídeo frá rannsóknardeild Frelsi TV, Xinjiang Disaster, Analyzer reveals the media is lying. Er það eitthvað nýtt? Já, það er nýtt. Ég var búin að sjá þarna 3 eða 4 nýhjöður í vikunni. 3. Já, þetta birti ég bara í dag. Já, ég ekkert búin að vera að skoða þig í dag. Ég er búin að vera í John Pilger í dag. Já. En þið getið séð þetta á veggnum mínum. En líka annað sem að þú kannski veist að sem að kom fram núna líka er að Kínverjar, það voru slatta flota herskipum frá þeim að lenda í Rússlandi. Af því þeir eru með sameiginlegar heræfingar. Nei, ég hef ekkert verið að fylgjast með neinu, sko. Nei. Ég er út að aka, bara you tell me, sko. Já, það verður svona bara, hvað séru, var 3. heimsstyrjöldin? Ég bara, I missed it.
Ég veit ekki, ég get ekki einu sem sagt hvað ég er búin að vera að grúska, sko. Nú, það top secret eitthvað? Nei, ég veit ekki, ég bara einhvern veginn tölvan mín alltaf, þú veist, vesinn út af tölvunni. Já. Og svo ég að reyna að hætta að fylgjast með samsæringum. Ég er búin að debunka svo mikið að þeim. Já, en þú varst nú að koma borð með 9.11 og... Já, spjallum svona hálfpartinn eða ekki? Ráttum mitt það, já. Horfður á það, já. Ég horf á allt, ég sagði þér ég býð eftir myndböndum það. Takk fyrir það. Ég gerði þetta bara þegar ég var á leiðin í háttin í Eldsnemi í morgun. Já. Já, ég sé ekkert form, ég bara heyri efni, sko. Já. Ég er alveg... Og svo voru þeir þetta sem ég birti það líka, Banksy, Dismaland. Já, það er eitthvað nýtt. Já, það er í Disneyland, þeir eru að sýna svona framtíðarsýnina sína. Þetta er eitthvað nýtt. Ég var bara búin að sjá nokkra myndir af þessu fyrir vikunni. Já. En ég hélt þetta væri gamalt, þetta virðist vera eitthvað nýlegt. Já, og þeir eru að tala sko samsæringar að þetta er byrt allstaðar, þannig að þetta er eitthvað sem að elitan vill að fólk sjáu, sko. Já. Þú veist skoðun mín á Wikileaks og Julian Assange og Snowden og þessu liði. Hvað segirðu? Þú veist skoðun mín á Wikileaks og Snowden og Assange og Chelsea Manning. Nei. Mín skoðun er svo að þetta sé allt saman uppsetningar, blekkingauppsetningar. Já, það er nú búið að vera í svolítinn tíma vitað að Snowden og Wikileaks eru skipulegðir leikendur. Já. Annar leikur hægra og hinn leikur vinstra. Já. Já. Og þetta TPP og TTIP, ég var bara að hugsa það í morgun, ég sá að það var einhver að pósta einhverjum góðum þætti að Wikileaks er að safna einhverjum pening núna og þeir voru með viðtalið mitt við John Pilger. Þú veist hvað John Pilger er? Já, ég hef síðan, ég fylgdist mikið með honum áður, sko, en ég held að hann sé mitt inn á þessum vinstri grensum í skipulega. Já. Ég er á því. Hann er í pólitík, sko. Já. En mín skoðun er svo að maður fylgist með öllum því að þeir koma allir með eitthvað sem er gott að vita. Já. En maður treystir engum. Nei, bara treysta Axel, hann er með þetta allt saman. Ok. Allt sem þið heyrið á Frelsi TV þurfið ekkert að rannsaka að skoða meira. Það er bara the final word on everything. Look into my eyes, look into my eyes. Ertu ekki að kaupa þetta hjá mér? Hvað er í gangi? Jú. En come on, það eru ykkur að kaupa þetta. Sole mio. Ég ætla kannski að lesa hérna quote sem að ég birti á Facebookunum áðan fyrir 1 klukkutíma. Og ég ætla að leyfa þér að giska á hver sagði þetta. Án þess að kíkja á ekki minn. If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be manipulated only for such time as the state can shield the people from political, economic, and/or military consequences of the lie. It thus becomes virtually important for the state to use all of its power to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus, by extension, the truth is the greatest enemy of the state. Ég veit hvað skrifaði þetta. Já. En ég sá þig setja þetta vekkir í morgun. Já, shit. Og leiðu ég sá fyrsta textun og ég sagði þetta er bara beint upp úr Mein Kampf. Og ég segi nei, hann fór enginn að orða þetta öðruvísi. Þá sá ég að þetta var Dr. Goebbels. Já. Og þú skrifaði það myndir.
En má ég bæta eina við þetta? Já. Í hvaða samhengi var hann að tala þetta? Það veit ég ekki. Hann var ekki að tala þetta í því samhengi að þjóðsósíalista ríkið ætti að gera þetta. Var hann ekki bara að tala þetta almennt, sko, the state, Plato var alltaf að tala the state, það þetta valdstjórnin, sko. Við skulum tengja ákveðna punkta, sko, eins og til dæmis, bara einn punkt, augljósan punkt. Og hvað heitir hann aftur sem ég alltaf að vitni í, Walter Lippmann? Já. Hann var að gefa út public opinion bara 10-15 árum áður en að Dr. Goebbels segir þetta. Já, einmitt. Og Goebbels var sem sagt doktor í bókmyndafræði. Það virðist vera á millistríðsárunum hafi heila þótturinn verið fundin upp. Já. Miðað við það sem Walter Lippmann að tala þá hann að tala að hann hafi verið fundin upp í fyrri heimsstyrjöldinni. Já. Ég á þeirri skoðun að hann hafi byrjað með Gutenberg, fljótlega eftir Gutenberg. Já, en hann var svona nútímavættur, þarna komu þessi kallar, sko, hvað heitir hann aftur, Bernard, Edward Bernay, já, nefnt. Það var nú einhver annar sem tengdist honum líka, hann átti sig í man ekki svipinn, ég þarf að grúski því. Bernay er íkon í þessu, sko, vestanhafs, hann að vinna á sama tíma, sko. Já. Og hann byggði margar sína pælingar á Freud. Já, einmitt. Þeir voru frændur eða bræður eða... Mig minnir eða systur eða eitthvað. Minnir að Bernay hafi verið systursonur eiginkonu Freud eða eitthvað slíkt. Eða systursonur Freud eða eitthvað slíkt. Eitthvað svona, ég manna það ekki. Já, þeir voru tengdir. Já. Og Bernay, hann faldi það ekkert að hann var mikill aðdáandi Freud og pældi mikið í honum, var vel lesin í honum. Já. En ég held þetta fari sko, við verðum að átta okkur líka á gyðingatengslum hér. Án þess að fara út í sko antisemitisma. Sko, ég er búinn að vera að grúska svolítið í rabbinisma í sumar, mér er þetta mikilvæg ánægði. Já. Og eftir því sem ég fer dýpra þá er ég að sjá náttúrulega dýpri hluti. Högum til dæmis dæmi, þegar þú átt að verða farisei, það sem sagt ultra-orthodox rabbini, þá þarftu að læra Tóra, Mósebækurnar, þú þarft að kunna spámennina eða patriarkana. Eða nei, það ekki patriarkarnir, það eru spámenninir. Patriarkarnir eru menn eins og Ísak og Jakob og Abraham og slíkir. En þetta svona lausbundið, patriarkarnir geta líka verið aðilar eins og Esekiel og Jeremías og Jesaja og þessu hverju. En svona í vissan hátt, en sko þú þarft að kunna þetta, svo þarft að kunna óraltóra, sem í stuttumáli er það sem er kallað Talmúd og ekki lengur óral, það búið að gefa það út. Og þeir tala voðalega mikið hinar 613 reglur í Tóra. Og þeir segja sko bókin Tóra og óraltóra geta ekki verið slitin úr samhengi. En svo bæta við að fertugt, þegar þú ert búin að sýna að þú sért orðin rabbíni í þessum, fræðimaður í þessum hlutum, þá máttu fara að stúdera kabbala. Ekki fyrir fertugt þegar þú ert komin í lífsreynslu. Þegar þú ert komin ofan í þessa hluti, þú ert farin að, og hérna er það síðan nefnilega snerta, þá ertu farin að koma nær sko launhelgum meitlarna. Og ég talaði við hann við einn sem hefur grúskað mikið í meitlurum og ég gefið út efni og verið settur í jaðarinn fyrir og hann staðfesti, ég hef kannski sagt þér þetta við áður. Ég hef búin að vera svolítið lengi á þeirri skoðun mjög mikið af því sem að meitlararnir sjálfur gefi út sjálfa sig, það er að segja innan sinna eigin vébanda, séu líka disinfo. Þeir gefi út sitt eigið disinfo á sitt eigið fólk. Þeir blekki sitt eigið fólk, sín eigin bræður. Og blekkingin sé ekki endilega fólkin í því hvort að þú verðir stjarft áleitur af blekkingunni, heldur hvort þú hafir innsæi og getu til að sjá í gegnum hana og kafa sjálfur áfram. Og þessi maður staðfestir það, hann sagði ég hef komist yfir rit hjá þeim sem að eftir því sem ég fer dýpra ofan í þá sé ég að þetta eru
það sem hann kallar sko tilgátukenningar, sem er basically nákvæmlega sama og ég að tala það sem við tölum sem disinfo. Og við ræddum aðeins þetta og þetta áhugavert, vegna þess að þegar ég fer ofan í rabbínafræðin líka, þá sé ég svipaðan hluti birtast í fókunni. Ok, þetta er djúpt. Já, ég reyndar held sko að þetta sé hálfgerð salamandra sko að sko það skiptir raunin ekki alveg máli hvaða lit salamandran að flassa, það breytir ekki eðlunar sko. Já, það er rétt. Og sama held ég að þetta kvikindi sem að Davíð Æg kallar eðlufólkið og ég kalla hornóttu snákana og það skiptir raunin ekki öllu máli hvaða litum þeir flassa sko. Þetta eins og götukengi sem að leggur eitthvað samfélag í einelti eða gerur út á eitthvað samfélag sko. Það skiptir raunin ekki máli hvort þeir flassa bláum eða rauðum litum sko. Þeir kannski flassa bláum litum einn mánuðin og svo byrjar að flassa rauðum litum næsta mánuð og það er bara málið er leyst sko. Það er aftur konar truflanir þín megin? Já, það hljóttruflanir eða já, ég ætla að pröfa að endurræsa mixerinn. Ég sendi Beringer skilabóð þeir svo að endurræstu bara mig. Nú heyri ég ekkert í þér eins og ég sé þig hreyfast. Það er allt í orðin hérna megin. Það er ekkert hljóð ennþá. Ekkert hljóð ennþá. Jú. En núna? Núna komst inn. Loud and clear. Loud and clear. Já, ég þurfti að endurræsa. Já, en þetta það kemur ráð að lækka í mæknum, en það reyndar sko, þetta buffer overflow sem á sér stað. Já, ok. En það líka spurningum að þú lækkir aðeins bandvítuna hjá þér. Ég heyri að hún að maxa út bandvítin hjá þér. Ég þarf þá að muna. En á meðan að hann Ragnar... Hvað segirðu? Ég þarf þá bara að muna eftir að hækka hann aftur því ég lenti því þegar ég gerði Golem myndbandi mitt. Þá var það með svo lélugu hljóði einmitt af því ég hafði gleymt að stilla tilbaka bandvítina. Já, það var ekki að hafa áhrif á hljóðið, sko. Það gerði það samt. Ég reyndi að tók afritan vídeóinu og ég get mixað það upp, en ég gerði það hvort bara handa einum hlustanda svo og ég veit að hann búinn að hlusta það. Já, það var mjög gott myndband. En hann Ragnar Proppi spyr okkur með hann segir þú ert búinn að vera að tala Holocaustin og 9/11 og hann spyr skoðun þín á Hiroshima og Nagasaki, hvort það sé hann á því að það passi nú ekki sú saga heldur sko. Ég er ekki viss. Ég var að velta þessu fyrir mér í fyrra hvort þetta geti hafa verið hoax, hvort að það sé möguleiki að þeir að þetta hafi verið media operation. Mér finnst það alveg sko, mér finnst það alveg make a sense. En ég veit ekki, ég veit ekki neitt evidence fyrir kjarnorkusprengjum. Sko. Þú sér það að þeir sprengja fyrst þarna sprengju
í Nevada-eyðimörkinni, hvað kölluðu hana Big Boy eða eitthvað svoleiðis? Nei, það var Hiroshima-sprengjan. Síðan sprengja þessar 2 sprengjur á Japan. Við vitum ekkert hvort þetta var eins og okkur sagt. Það er alveg rétt. Og ég var að velta þessu fyrir mér í vetur. Ég hef hins vegar ekki grúskað í því. Ég prófaði að verka þessu fram á Facebook-prófílnum mínum bara til að athuga response. Og þar var ég eiginlega bara hrópaður út af feysinu fyrir að voga mér að segja þetta. Já, að þetta hefði verið sem sagt blekking. En ef við höfum þetta í huga, því þetta er góður punktur á Ragnari og svo heyri, við erum alveg að hugsa þetta sama, að ef maður fyrir aðeins að hugsa út í það, þá voru allar tilraunasprengingar eftir þetta fjarri augum annarra. Þeir voru að sprengja yfir Kyrrahafinu til dæmis. Jú, þeir tóku þessar myndir en við vitum ekkert hvernig þessar myndir voru gerðar. Og síðan fljótlega eftir það færa þær allar sprengingar neðan þær. Og það gera Kínverjar, Rússar, Bandaríkjamenn, Bretar, Frakkar, allir. Svo í rauninni vitum við ekkert kjarnorkusprengjutilraunir, ekki neitt. Ertu þarna? Í kvöld. Það datt út hjá þér alveg síðustu 2 setningar. Ég segi bara að þeir færðu allar tilraunasprengingar neðan þær. Við vitum í rauninni ekkert tilraunir á kjarnorkusprengju. Annað en það okkur sagt, já þarna var gerð tilraunasprenging neðan þær, bla bla. Já, þetta er svolítið surrealísk hugsun að bara allt lygi. Já. Hún það. Ég gleymdi því miður að setja það með þetta myndband sem ég gerði í morgun. Hvað kallaði ég? Djöfullegar blekkingar, djöfulleg blekking. Ég ætla að deila með ég ætlaði einmitt að koma með í næstu djúpkufun, þar en ég var að hlusta á vinn okkar Jim Howe. Já. Og hann var að fara yfir myndband sem annar gerði Sandy Hook og Boston bombing. Já. Og þetta vídeo sem var að vitni, gaurinn fór yfir myndir sem voru teknar af Sandy Hook. Strax eftir atburðina sem átti að hafa gerst þar. Og hann talaði það að þetta svo skrítið á þessum myndum að það var ekkert svona blóðneinstar og ekkert umrót, sko. En hins vegar voru þarna myndir af andirinu, það sem var skotið með andir eins og var í Kaupmannahöfn. Og það var blóð í hurðinni eða dyrunum. Og þá kviknaði á perunni hjá mér. Manstu eftir blóðinu í dyrunum hjá Sævari? Já. Manstu eftir biblíusögunum að setja blóð á dyragaflinn? Já, þú meinar. Já. Þetta eitthvað sem ég þarf að hugsa. Já. Spurja Tómið úti. Þetta það það að líta út, nei, það að riða á dyrastafinn, sko. Já, það gerir til þess að engillinn fari fram hjá þér. Já, einmitt. Þetta, gefðu mig tíma til að vinna úr þessu. Já, heyrra, ég ekki búin að vinna úr þessu, ég bara vildi deila punktunum með þér. Ég get sagt þér að það bara stutt síðan ég var að pæla, ég veit ekki hvort ég myndist á það í einhverju myndbandi hjá mér, ég held það samt að ég hafi minnst einhvers staðar á það stuttlega, að ef maður hugsar út í Móse á aðeins annan hátt, að hann talar sko, og það var rabbinarnir sem komur á sporið, þar sem að þeir minna á að engillinn segir við Móse, sláða á vatnið til að skipta því og Móse segir, hvernig á ég að slá vatnið því vatnið bjargaði lífi mínu og þá átti hann við ána þarna þegar hann var unga barni í vöggu og ég sagði, byrju, hvað þetta? Svo lendi ég í því nýlega í sumar, ég var að skrifa prophecy, bara, þú veist, ég fekk bara svona autoprophecy í gegnum ég var að skrifa og þar sem að mér var bent á að þegar að gerist exodus úr hugarlandi hins illa, þá þarf að kljúfa vötnin eru mannfjöldi, þú þarft að kljúfa hugsun til þess að komast yfir hugarlandið sem lofa þér og aðeins spámaður getur leitt þar niður. Og leið og ég átta mig á þessu, þá ég myndur á setninguna og vatnið í Níl varð eins og blóð.
Og skyndilega áttar maður sig á því að sagan af því sem var að gerast í Egyptalandi fyrir 35 öldum, cirka 36 öldum. Við erum hugsanlega að sjá þarna lýsingu á borgarastríði. Ekkert ósvipað því sem að gerast í dag. Vötnin skiptast í tvennt, mannfjöldin skiptist í tvennt. En hluti af mannfjöldin... Já, við að vera slegin, sko. Já, en hvað slægir hann? Sko, það galdrastafur spámannsins sem slægir á fjöldan, þannig að fjöldin skiptir sér. Já, reyndar var stafur Móse var reynslu stafur. Þetta sami stafur að nota til að berja í klettin til þess að fá vatnið fram úr klettinum, sko, þegar allir voru að dauða umfram komnir af vatnsskorti, sko. En þarna finnst mér fyrir það brot fekk Móse ekki að fara inn í fyrirheimarlandið. En við skulum hafa líka í huga til dæmis að þegar Jesú kemur fram, þá talar hann það að hann sé að uppfylla lögmálið, hann sé í rauninni að uppfylla eitthvað loforð í lögmálinu. Og það sem er svolítið áhugavert að sko farísearnir, ultraorþódox rabbinarnir, þeir eiga í Talmúdinum alveg helling af frásögum af því hvernig af þessari baráttu á milli sín og Jósúa. Þegar við rýnum betur ofan í, þá sjáum við að hann er að fletta ofan af því að þeir eru búnir að breyta engiðistrúnni yfir í kennisetningar manna og skurðgoðadýrkun, með því að taka fræðigreinar sína fram yfir innblástur frá Guði. Og það sem er mér svo áhugavert þarna er að sko menn fara nefnilega að deila sko þetta með hvað er átt við varðandi uppfyllingu lögmálsins. Í mínum skilningi þá skrifar Móse ekki Mósebækurnar. Mósebækurnar eru skrifaðar í Babýlon 900 árum seinna, 1000 árum seinna, í herleiðingunni til Babýlonar, og þetta er vitað. Og óraltórað kemur líka fram þá og eða er sett það svona mótað, staðfest, og þar verður til eins konar löggilding á Sanhedrinu. Sanhedrið segja að rabbinarnir var stofnað við Sínaífjallið á meðan Móse var á fjallinu og segja að þær vitranir og niðurstöður sem Sanhedrinið kemur fram með séu alveg jafngildar því sem Móse kom með. Við sjáum þarna alveg svakalegt líkalt battle. En þá fór ég að spyrja Tómið, og Tómið segir það eina sem Móse skrifaði niður eða færði fram sem sett í letur, því Móse sagði Guð skrifaði þetta, ekki ég, það eru boðurinn 10 punktur. Síðan kom hann neðan af Síón fjalli og sagði það má engin annar fara á fjalli, þá mun Guð drepa hann. Já, við þurfum að skoða það líka en í öðru samhengi. Þetta er mjög áhugaverð pæling og það má skoða hana frá nokkrum hliðum. Mér langar nefnilega að tengja þetta við Beta-Ísrael, gyðingana í Eþíópíu. Vegna þess að gyðingarnir í Eþíópíu áttu mjög náið samstarf við jemenska gyðinga, og jemensku gyðingarnir eru í rauninni the most authentic scholars of Judaism today. Bara ég get ekki sagt þetta á íslensku, það vantar orðin til að segja þetta á íslensku. The Yemeni rabbinism is the most, Yemeni Judaism is the most authentic Judaism you can find today. Og það síonistar eru búin að nánast útrýma jemenskum judaisma, en svo rakst ég á það algjöru tilviljun þar sem ég var að grúska í einhverjum að þessum Bedraich-gaurum. Þeir kallaði sig Bedraich, School of Judaism, að Beta-Ísrael eru ásakaðir það af Askenasi og Sefardim-gyðingum, sem eru svona 99% af gyðingum. Að Beta-Ísrael eru ásakaðir það að vera ekki alvöru gyðingar, vegna þess að þeir séu ekki með Tóra, þeir séu ekki með óraltóra, þeir séu ekki með kabbala, þeir séu bara með boðorðin 10. Og frásögurnar af patriörkunum, munnmæla sögurnar af Abraham og Móse og allar þessar, og sem sagt, fyrst og önnur Mósebók, þeir eru með munnmæla sögurnar á hreinu, en þeir eru ekki með the academic tradition of Judaism.
Og það sem áhugavert í þessu samhengi að Beta Ísrael hefur nefnilega sagt ekkert síður í ofsóknum innan Ísraels, þó svo að þeim sé hjálpa að koma til Ísraels, þá þurfa þær að ganga í gegnum svipugöng þegar þeir koma þarna. Eða bara yfirleitt þú veist, það ofsalega erfitt jafnvel fyrir þá að sýna fram á þeir séu gyðingar. En, bíddu nú hægur, ef þú ert í Beta Ísrael, þá átt þú í gegnum aldirnar sem gyðingur mest menningarsamband við jemenska gyðinga. Það voru mjög náin tengsl á milli gyðingasamfélagsins í Jemen og gyðingasamfélagsins í Norður-Eþíópíu og Erítreu. Þannig að þetta heldur ekki vatni. Það alveg ljóst að Beta Ísrael voru algjörlega meðvitaðir það, hvort það væru með bækurnar en ekki. Og þarna sjáum við, þú veist, þegar maður fer dýpra og dýpra og sér maður blekkingar. Og spurningin hverjar blekkingarnar eru. Já, ég held að þetta sé alltaf, allt þetta snýst eign og þetta snýst sem sagt þetta snýst þrælahald og að því að eign það alltaf þrætu eplið, hver sagði að það væri hornsteinin sem að meitlararnir rifust ef þú kippur hornsteininum út á hreinur musterið að eign svo mikilvægur punktur í öllum pælingum hvar sem þú kemur að í trúfræði, lögfræði, samfélagsverkfræði, allsstaðar, þá kemur allt niður að punktinum eign. Af því að ef að við tega þetta eins og ef að ég stela þér sígarettupakka og þú stelar hann bara strax tilbaka, þá getur við haldið þannig áfram að eilífu, eins og Stefán Mólíu hefur útskýrt vel. Þannig ég þarf einhvern veginn að blekkja þig til þess að reyna ekki að ná honum tilbaka, Já. Og þá getur sagt, já, heyrðu, þessi sígarettupakki hérna skattagreiðsla fyrir notkun á súrefni og og ef þú sættið ekki við þá skattgreiðslu þá færið ekkert meira súrefni, skilurðu. Já. Og einhvern veginn þarf ég að blekkja þig til þess að sætta þig við yfirgangum minn og þjófnað á eign þinni og yfirgangi og öðru níði. Og það snýst þetta allt saman. Og til dæmis þessi skýrgreining á monster sem ég fór nú yfir einhvern veginn mjög vel í lögum, að ef þú getur skýrgreind einhvern sem monster, þá samkvæmt lagaskýrgreiningu tapar sá öllum erfðarétti, Og þaðan kemur öll þessi pæling syndafallið, synduga fólkið, þetta umhverfis syndirnar, við erum að eyða jörðinni með því að anda og prumpa eitthvað, skilur. Og alltaf þarf að búa til eitthvað synd. Og alltaf þarf einhvern veginn að gera þig, að gera þrælana einhvern veginn réttlausa gagnvart hinum heilugu sem hafa allan rétt og alla eign, Og eru þeir einu sem að mega eiga eitthvað. Og þetta, við erum bara að sjá mismunandi myndir af þessari pælingu, Ég tek að nánast öllu leyti undir þetta, með bara einum fyrirvara, til vara og þrautavara. Ég á eftir að fara dýpra ofan í þetta. Þetta eins og í dómsmáli, til þrautavara. Já, en það með þess áhugavert. Fyrsta krafa ég er saklaus, til vara, ég er pínulítið saklaus og þrautavara krafa. Ég hafði ekki meint þetta, Ég var ekki þarna. Til vara, ég gæti að hafa séð þetta úr fjarska. Til þrautavara varakrafa, ég var sofandi. Þrautavara, ég var á staðnum en ekki beinn þáttakandi. En aftur ofan í þetta, bara svona fyrst ég snerti á sem í gyðingana, það
það fyrir þá sem var gaman af dýpt, þá alveg ofboðslega gaman að fara þarna ofan í. Ég hef búin að vera að skoða nefnilega líka síónska rabbína og líka orthodox rabbína. Það smá munur, þessi reform rabbins og orthodox rabbins, það munur þarna á. Og stundum þegar maður hlustar á þessa gaura, þá alveg bara já, þetta áhugavert, já, þetta bara nokkuð cool. Og svo skoðar maður einhvern annan sem sérst á öðrum skóla og já, en býttu þeir eru gagnstæðir eiginlega hérna og svo framvegis. En hérna, þannig að það gaman vegna þess að þú þarft síðan að fá að fara dýpra og dýpra. Og það maður hefur ekki fóthold þegar maður komin inn í rabbinisma. Því að þess vegna ég að tala tilgátukenningar, minnst þetta frábært orð hjá meistaranum sem ég talaði við, að þegar þú ert komin í ákveðna dýptir þá ertu hættur að sjá munin á blekkingu og hálfblekkingu. En við skulum ekki gleyma okkur þarna, það sem ég ætla að koma með þetta með eignarréttinn. Ég nota eign. Ekki eignarrétt. Já, náðu þessu. Að þú ert að tala sem sagt, áttu eitthvað eða hefurðu réttinn til að eiga eitthvað. Já, nákvæmlega. Já, og þá nefnilega spurning hver gefur þér þennan rétt. Nákvæmlega. Þannig ef þú viðurkennir hugtakið eignarrétt, þá ertu komið með bara út af tapborðinu, sko. Leið og þú viðurkennir eignarrétt, þá ertu búin að viðurkenna authority. Þú ert búin að gefa consent to authority. Já, þar með ertu bara komin út af talborðinu, þú ert ekki með í leiknum lengur, sko. Þetta svo þegar... Þú ert komin í hefðina. Já, ég ætla að nefna dæmi það, ég ætla að skjóta það inn hérna fyrir ekki að forstjóri NSA í Bandaríkjunum var spurður fyrir þingnefnd. Hann var spurður, NSA að njósna Amerikana, eða sem sagt borgara USA? Og hann hugsaði þessi svona greinilega var að leika, sko. Svo sagði hann, ég get fullvissa það að við njósnum ekki einn einasta borgara United States of America. Af því það eru bara cirka 5 manneskjur, sko. 5-10 manneskjur. Allir hinir eru í US Corporation. Og það Jordan Maxwell sem hefur verið bestur í að fletta ofan á þessari pælingu. Nákvæmlega, hann snillingur í þessu. Hann það, og þá frábært viðtal fyrir þá sem á áhuga og pæla að ég fann að fylgja svolítið með nýsjálendingi, Vinnie Eastwood eða Vincent Eastwood. Hann með frábæra þætti alveg á kaliberi við hann hvað heitir hann aftur vinnur hans David Icke, sem ég fylgist líka með. Hvað heitir hann? Hvað heitir hann aftur sem í, ég held hann útvarpi frá Manchester. Paul Allen, Allen. Já, Allen. Já, heitir hann Paul Allen? Nei, Allen Ritchie. Nei, Ritchie Allen. Já, Ritchie Allen, já. Alveg frábæri þættir á báðum þessum góðurum. Vincent Eastwood frá Nýja-Sjálandi og Ritchie Allen frá Bretlandi. Vegna þess að þeir eru svo góðir viðtalendur. Þeir taka alls konar fólk í viðtal og leyfa fólkinu að njóta sín. Algjöru snillingar í því. Nema Vinnie líka fyndinn. Og hann algjörlega búinn að selja mér orðið scumbaggery. Major scumbaggery. En hann var einmitt með frábæran þátt fyrir ekkert löngu síðan þar sem hann tók bæði Santos Bonazzi og Jordan Maxwell saman í viðtal. Og þar kom það fram, ég hef búinn að sjá mörg viðtöl við Jordan Maxwell, ég vissi ekki að hann var fyrir vottur. Nei, ég reyndar vissi Santos, af því að hann hefur margoft sagt það sjálfur, sko. Já, Jordan Maxwell talar mjög sjaldan þetta, en þarna var greinlegt að þeir höfðu gaman að hittast báðir í online. Og þetta var svolítil upplifting fyrir mig sem fyrirverandi vort. Já. Ég skrifaði greinan þetta bara í kjölfarið, Já, ég reyndar hef ekki gert svona mikinn greinamun á þeim sem í hvaða deild menn uppfræðast, sko. Ég sé lítið mun á því, sko. Já, ég veit það. En það sem mér finnst áhugavert og mér hefur þótt áhugavert undanfarið að sko af þeim fyrirverandi vottum sem ég hef samskipti við. Þeir sem fóru inn í vottana sko eftir unglingsárin eða með upp úr unglingsárin
eru mjög vakandi einmitt fyrir að rýna í gegnum mystrið. Það svo harður skóli, vottaskólinn, sko, í því. Þetta svona áhugavert, sko, að menn koma þarna út, ég þekki til að segja einn fyrir vott sem mjög virkur rannsakandi á þeim hlutum sem hann hefur áhuga. En þú varst að tala eign og eignarétt. Eign. Já. Þetta svo frúin í Hamborg. Mér langaði nefnilega að koma með punkt vegna þess að vegna þess að sko ef að við horfum á heimsmálin eins og þau eru í dag út frá öllum þeim samsærum sem flettir ofan á, þá lendir fólk í klípu. Það lendir í þeirri klípu að það eru svo margir þræðir sem liggja til síonismans. Það er hvert samsærið eftir annað sem flettir ofan á sem virðist liggja beint í síonismans. Og ég alveg sammála þér til dæmis, þú varst mikið að tala það í vetur að þú sért farin að horfa minna á þræðina sem liggja til síonismans og meira á þræðina sem liggja til páfans og kardínálaráðsins. Og ég alveg sammála í því. Ég hef ekki tekið mikið undir þetta hjá þér af því ég verið að horfa á aðra hluti og ég á þeirri skoðun að þræðirnir sem liggja til síonismans og þræðirnir sem liggja til sko kardínálaráðsins, þetta séu bara eins og, sko, þú ert með strengjabrúðu, þá ertu með 2 aðalþræði, veist, það eru 2 hendur sem stjórna brúðinni, sko, eða geta verið með 2 brúður. Mér langar að finna gaurinn á bakvið. Ég lít persónlega á að síonismin eða júdaismin, segjum bara júdaismin, hafi komið fram á sama tíma og mýþraismin varð að kristinni trú. Það að segja á 4. öld eftir Krist. Þetta er bara mín kenning. Ég ekki komin með nein rök til þess að styðja það, önnur en þau sem ég sé ekki um mystískan veruleika. En ég að nálgast þessi rök og í grúskinu mínu. Það mjög erfitt að grafa þau upp, mjög erfitt. Og ég ekkert að reyna að grafa þau upp, ég bara að grúska og þetta safnast. Þetta svona eins og maður eins og gullgrafarinn, gaurinn sem að sigta gull í ánni. Þú setur sand í bakkan og svo rúllar sandinum í vatni. Og eftir situr einn og einn gullmúli og þú setur hann í vasan og heldur áfram að grúska. Eign í dag hjá þeim sem grúska, þeir enda allir á síonismanum, heimsamsari síonista. En á bakvið heimsamsari síonista eru rabbinarnir og rabbinarnir skiptast alveg í 2. Rabbinar sem eru síonistar og nota biblíuna til að gefa síonistum trúverðuleika út frá trúnni þeirra. Svo eru ultraorthodox rabbinarnir sem eru farnir að ráðast á síonisman með hverju árinu meir og meiri hörku. Og þeir eru mjög duglegir að segja að síonismin hefur ekkert að gera með gyðinga. Síonismin er bara stjórnmálahreyfing og hún er blekking og hún er dáleiðsluverkfæri og svo framvegis. Og þegar maður dettur ofan í þetta, ég skrifaði einum að þessu rabbinum og spurði hana út í hluti og ég var lengi að velta fyrir mig svarinu sem ég fékk, þess að svarið var svolítið snubbótt. Og það tók mér smá tíma að átta mig á því að hann gaf svar sem er mjög viðeigandi frá ultraorthodox rabbina til goim. Vegna þess að hann veit að mjög líklega veit ég ekki nema 1% af því sem hann veit. Og hann gaf mér viðeigandi svar miðað við það, en hann veit náttúrulega ekkert hver ég er eða hvað ég er eða hvað ég stend fyrir. Og ég nefndi ekki að fara út í debate við hann það. Ég vildi bara aðtóa hvort hann nefndi að svara mér. En svo allt í einu áttaði mig á því, ég er búin að vera að fara í gegnum fullt af viðtölum með þess að gauðra og margt af því hef ég sett á stríðrók. Að skyndilega áttaði mig á því að þegar þú horfir á viðtöl við þess að gauðra, þessa ultraorthodox rabbina, þá hugsaðu, já, þetta eru góði gæjar, sko. Þeir eru einmitt að hjálpa okkur að expósa síonistaplottið. Svo allt í einu áttar þau á því nei. Þeim er drullu saman það hvað síonistar eru að gera í samsærum gagnvart heiminum. Þeir eru að berjast við síonista eignina sem að heiti gyðingaþjóðin. Já, ég held sko að ég held að sko setningin sem að er svona
orðin hálf eðal húðuð hérna hjá Frelsi TV að baráttan ekki við menn af hold og blóði heldur andaveri vonskunar í himingeimnum. Að sko ég held einmitt að fólk týni sér af leið eða fyrir að leita að einhverjum persónum og leikendum sko. Og það gildir þessa trúarhópa, síónista, páfagarðin, allar þessar reglur og háskólasamfélagin og allt þetta rugl. Það til þess að fela slóðina. Þú manst þegar ég fjallaði tjaldbúðina að hún þrískipt sko. Og fram í forgörðunum þar eru bara allir að þvælast, koma með fórnirnar og greiða fyrir syndir sínar eða vonsku sína með eignum sínum og síðan fyrir innan þá ertu komin í presta stéttina sko, eða svona klerka stéttina, þú ert komin inn fyrir fortjaldið og það var það fortjaldið sem síðan, og þar eru prestarnir og þeir sem hafa svona sumraðin vita plottið, aðrir ekki alveg með á hreinu, þar heilmikil hlaup og rifrildi gangi líka, en síðan kemur það allra heilagast það sem sáttmálsverkin og það var það tjald sem rifnaði þegar Jesú var krossfestur. Og það held ég að sé líkingamálið á krossfestingu Jesú Krists var að þegar þessi atburður gerðist að hann var krossfestur þá sá fólki prumpið í sáttmálsverkinni, allir. Þegar þú sagðir þegar Jesú Kristur var krossfestur þá varst að segja þegar Jósúa Messias eða Jehoshua Messiah var krossfestur. Já, sko Ertu vissum að hans hafi verið Messias? Já við það, ertu vissum að hann hafi verið hinn smurði? Ef að við tökum þetta á hinn veginn sko, að andaverðinu baráttan við andaverð vonskunar í himingeimnum þegar að andstaðan við andaverð vonskunar voru drepnar, fórnar dauða, þá hrundi blekkingin. þá rifnaði fortjaldið. Ég finnst þetta góðu punktar. Ég veit hvað var að skjóta sko, ég náði alveg skjóta. Já, ok. Sko, ég alveg sammálaður í því. Við erum alveg spot on sammála með það að baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði heldur andaverður vonskunar himingeimnum. Ég nú eiginlega bara undirstrika þetta vegna þess að fólk sem ekki les biblíuna farið að vitna í Axel með þetta. En við Axel erum að vitna í Pál Postula. Bara fólk hafið það hreinu. Og þetta sko ekkert bara við tveir sem erum að vitna í þetta. Það eru allir sem að hafa lesið Nýja testamentið og Gamla testamentið og gengið trúarlegan veg. Ja, og það má segja líka trúarlegan veg. Við eru á þessari skoðun, við erum ekki að berjast gegn einstaklingum, við erum að berjast að fletta ofan á hugarfari. Eins og ég líti á þetta svolítið þannig að því að ég líka hugsa sko að aþeisti sem ekki trúir á föllnuenglana, eða ekki trúir að föllnuenglarnir séu til, að það mjög gott að líta á engil sem arketýpu fyrir ákveðið mindset eða hugarfari. Og ég tilenga mér svolítið að sjá þá þannig að þegar ég að tala gyðinga til dæmis, sko, antisemitismi ekki til í minni sál. Ég ber alveg ofboðslega mikla virðingu fyrir þessari menningu, gyðingamenningunni, og mér finnst ég á þeirri bjargföstu skoðun, alveg bjargföstu skoðun, að vestræn menning eigi gyðingamenningunni sko þekkingu sína og getur sína til að hugsa abstrakt eigi þessari menningu það að þakka. Þess að ég á þeirri skoðun að vestræn menning eigi hugsun sína, gyðinglegri hugsun að þakka. Vegna þess að þessir menn sko, sem að byrjuðu að þróa sín fræði í Babylon fyrir 25 öldum, að þessir menn hafa varðveitt og þroskað getuna til þess að vinna með abstrakt hugmyndakerfi í gegnum þær aldir þar sem að fólk vissi varla munin á gafli og heykvísl.
Ja, þetta oft finnst mér gott til þess að kannski reyna að útskýra fyrir fólki að taka þetta pæl yfir í annað paradæm, eða þú veist, í annað umhverfi. Hugsum okkur til dæmis sko töframenn. Það eru til menn sem eru svona sérfræðingar í svona spilagöldrum og núna að koma fram alls konar svona töframenn sem geta látið sér liftast upp og það eru svona ákveðinni deildir af töframönnum sko. Já. Og þú getur ímyndað hvernig þeir koma fram gagnvart fólki sem að þeir ætla að sýna töfrabrögð. Þeir koma fram, fyrir þeim það góimlið sko. Að þeir koma fram með ákveðnum stæl sko. Og síðan getur hugsað ráðstefnu töframanna sko. Það sem eru bara töframenn. Og sko eins og maður segir í sölubransanum, don't shit a shitter sko. Að meina, ekki vera að reyna að selja mér, ég sölumaður skilur, ég þekki all trikkið þín sko. Að það er allt öðruvísi umræða á töframannaþinginu heldur en þegar þeir eru út á eyrinni sko. Og sama með svona þetta prestana eða síonisman eða páfagarðinn eða bildeborgarana, þetta er bara mismunandi deildir af töfrabragðaliði sko. Og allt snýst það að snurra að þér eign þinni. Og þarna og svo fólk sem að leita svona að einhverjum sannleika í þessu skami sem þetta er bara skam eða svona stórt svindl. Þetta er svona skipuleg glæpastarfsemi af verstu sort sko. Og síðan festist fólk einhvern veginn að já, ég ætla að finna allt út í sambandi við spilagaldra og þá finn ég bara sannleika töfraheimsins og þá bara finn ég lausnina að lífinu og svo ertu búin að debunka alla spilagaldra veraldar og það bara, já, heyrðu, ég er nú eiginlega ekki búin að finna neitt út úr þessu ennþá sko. Ég verð kannski að fara í svona láta fíla hverfagalda bara svona stóra hluti sko. Og það endist engin ævin í að fara í þessa vitleysu fyrir utan það að það leysir ekki neitt sko. Þetta eru bara performerar sem eru aðeins að snurra salt í grautin sko. Já. Og í þessu samhengi langar mig að vitna í sjálf á mig. There is no truth, only perception. Já, er það satt? Það er alveg örugglega dáleiðslubragð. Það er dáleiðslutækni. En ég finnst þetta er ekki orð eða setning sem ég er að segja núna. Nei, þetta er tákn. Og nú vitnar í prins sem hann kallaði sig ónefndu tákni í nokkur ár. Hann er reyndar votur. Já. Nei, ég er alveg sammála því. Maður getur týnst endalaust inn í einhverjum svona mismunandi speglasölum. Og það er ósælega mikilvægt að maður átti sig á því að þegar að maður er að grúska í einhverju, ég meina, ég var að grúska til þess 2014 var ég að grúska mjög mikið í má segja, hverjir eru gaurarnir sem að tala lýðræði í heiminum, eins og Noam Chomsky, Chris Hedges og fleiri. Ég var að grúska í helling af svona liði og ég var að grúska svona aðeins í sumum samsæringum. Þú veist, ég hafði mikið gaman á Stefán Molyneux tíma til dæmis. Núna í ár, 2015, er ég meira að grúska í rabbinunum. Ég er með algjörða dellu fyrir þeim. Ég er aðeins að byrja að grúska í kaþólsku kirkjunni. Ég er aðeins að byrja að grúska í þeim, sérstaklega eftir ég rakst á hann Williamson, Bishop Williamson, sem er holocaustinær og mjög jaðraður kaþólskur biskup og hann lenti því að vera excommunicated tíma, eða nánast. Þetta mikið af pælingum í kringum hann. Og ég hef skoðað svolítið fyrirlestrar frá honum og hann er mjög djúpur og það var hann sem til dæmis benti mér á, og reyndar ekki hann heldur, prestur sem að vinnur í tengslu við hann, sem benti mér á að þegar Columbus fann Ameríku og sló eign á Ameríku, að þá var blóðsáttmáli í gangi. Allir sjóliðarnir sem fóru með Columbusi til Ameríku
voru bundinir blóðsáttmála við Kólumbus sjálfan og hann rakti það hvernig Kólumbus var að fara í umboði kaþólsku kirkjunnar til að slá eign sinni á nýja heiminn. Og þetta er bara Masonic hyldýpi að fara þarna niður. Það svolítið áhugavert til dæmis í þessu samhengi átt að segja á því að 1492 þegar Kólumbus að sigla yfir pollinn að það talað að hann hafi verið fyrrum sefardimgyðingur frá Spáni. En það var mjög mikið af fólki á Spáni sem voru sefardimgyðingar á þeim tíma þegar Íslam var þar. Það nú ekki meiri óvinátta milli Íslam og gyðingdóms en það. En þegar Ísabel og Ferdinand klára að hertaka Spán og hertaka Granadasvæðið á Spáni, þá hófust miklar ofsóknir gegn gyðingum á Spáni og þetta fólk, Ferdinand og Ísabella voru fjármögnuð Medici-ættinni og Medici-ættin var í opinberu fjármálastríði við Páfagarð, og svolítið áhugavert. En Ferdinand og Ísabella sem eru sögð hafi verið strámtrúaðir kaþólikkar, þau létu samt grafa sig í einhverju flottustu márahöll sem til sem er á Granada. Og þau til dæmis varðveittu margar moskur, þau voru nú ekki harðar en það. En þau kröfðust þess að gyðingar snerust í kristinatrúar eða hypjuðu sig á brott. Og þau létu drepa mjög mikið af sefardimgyðingum á Spáni. En Kólumbus talinn tilheyra einni af þeim fjölskyldum sem samþykkti að gerast kristinatrúar. Nú til dæmis áhugavert að síðar meir voru líka ofsóknir gegn þessum kristnitökugyðingum því að margir þeirra héldu áfram að vera með synagógur heim í stofu og praktísera júdaisma á laun. En það sem að mér finnst svolítið áhugavert í þessu samhengi hvernig fór Kólumbus að því að sannfæra jafn þröngsýnt fólk og Ferdinand og Ísabella voru og jafn sannfærðir kaþólikkar hina flötu jörð og þau voru. Hvernig fór hann að því að fá þau til að gefa sér 3 skútur. Skúta var svolítið dýrt fyrirbæri á þessum tíma. Mjög dýrt, það var mjög dýrt að smíða eina skútu, og enn í dag. Miklu dýrara heldur en að smíða stálskipur. Og svo ég segi, þarna eitthvað sem sagan ekki að segja mér. Það eitthvað þarna sem ekki tengt saman í sögunni. Svo ég hugsaði, hvað málið? Og ég bara spyr út í tómið, eins og með svo margt sem að ég fattaði, bara ég spyr tómið og býð eftir svari. Ég fæ þessar upplýsingar blóðsáttmálann og þær flækjur og svo skyndilega fatta ég hvernig Kólumbus seldi þeim pælið. Hann seldi þeim pælið, lánaði mér skip, ég ætla að sigla í vestur, ég veit að það til landsvæði þarna og ef ég finn þetta landsvæði þá get ég lofaði því að megnið af mínu fólki mun sigla þarna yfir. Hér kemur svolítið áhugaverður punktur. Hverjir hafa mestan áhuga á gulli? Það einmitt þeir sem fóru þarna yfir. Og þeir eru þekktir og Dim Há og fleiri, það eru fleiri sem hafa gert það. Það eru margir sem hafa flett ofan af því að allavega sefardimgyðingar, ég veit ekki með Askenazi-gyðingar, hafa verið mjög iðnir við þrælasölu og þáttakendur í þrælasölu. Til dæmis þegar þrælasalan fer í gang af fúlustu alvöru, þá það mjög mikið af hansakaupmönnum sem að fara út í, sem að nánast byggja upp þrælasöluna, bæði til Norður-Ameríku og Suður-Ameríku. Og það svolítið merkilegt að á þessum tíma sem Ferdinand og Ísabella eru að iðka hinn heilaga sannleika sinn á Spáni, að mjög mikið af sefardim, kristnitökugyðingum og líka gyðingum flýja til Niðurlanda, Hollands og Belgíu, sem voru á þeim tíma undir miklum áhrifum Spánar og Spánn réði þessu landsvæði lengi. Og það ekki margir sem að vita að þetta fólk fjármagnaði hansakaupmenn tíma. Og mér langar að koma því að einu að ég veit að Ragnar að fylgjast með okkur og við vorum Ragnar veit að ég hef áhuga á að finna út meira hansakaupmenn, ég gleymi að grúski því
vegna þess að Hansakaupmennirnir virðast vera horfnir, en það meikar ekki sens vegna þess að á þessum tíma, frá 1500 og til svona 1700-1800, þá eru Hansakaupmenn ekkert minna valdamiklir í heiminum heldur en breskir kaupmenn, það er að segja anglo-saxon kaupmenn í heiminum. Þó svo að þeir hafi lagt undir sig minna á landsvæðum, þá voru þeir mjög virkir í heimsverslun. Og ég hef oft verið að velta fyrir mig hvort að það hafi verið einhvers konar alliance á milli anglo-saxon kaupmannaklíkunar og Hansakaupmannaklíkunar. Þetta eru svona skemmtilega pælingar sem maður má finna þann undir. Já, fyrir mér ég sé þetta svolítið í dæmisögunni sem ég var að segja áðan, sko. Þetta eru bara töframenn að leita að næsta giggi, sko. Og þessar andaveru vonskunar hika ekki við að selja fólk í þrældóm og standa, fyrir þeim fólk bara haf eða sandur, sko. Og en ég held nefnilega við séum svolítið að upplifa núna svolítið svona moment þegar að fortjaldið fellur eða semst rifnar. Og það hefur komið mér á óvart, sko, þetta er eins og þegar maður er að endurbyggja húsi með smá fúa, þá kemur að manni stundum á óvart hvað fúin nær langt inn, sko, því að þegar þú ert að taka fúa þá er engin mótstaða, sko. Og þú þarft að rífa eða þú þarft að rífa fúan úr þar til þú lendir í alvöru tré sem að sýnir einhverja mótstöðu, sko. Og það sem hefur komið mér svo óvart er hvað sannleikurinn sem við töldum okkur búa við er fúin langt inn, sko. Ég var að játa það kemur mér eiginlega óvart hvað þetta er rotið, sko. Hvað er mikið af lyga spunum í gangi og hvað búið er að töfra fólk til heimsku, sko. Já. Og fólk er einhvern veginn alveg mesmerized í heimsku, eða svona í vitleysunni, sko. Og sér, sko, ég held að þegar þú ert að tala fólk með 3 gráður, ég held að þú sért að gefa fólki allt og mikið, ég held að fólk sé með sko 0,0000001 gráðu, sko, kannski. Það er svo lítið ljós lítið sem fólk sér að sannleikanum að það er alveg skelfing, sko. Já, erum við komin að því að engin blekking þrífst án sjálfsblekkingar. Og sjálfsblekking þrífst á ósk. Þú sérði eitthvað sannleika, velur eitthvað sannleika og þú vilt ekki viðurkenna hvað hann er. Þú heldur í hann, já, alveg sama. Já, reyndar er rosalega mikið prógram. Ég finn það núna þegar ég er að vinna er í vinnu, skilurðu. Og heilaþvotturinn er nú ekki minni í Noregi og Svíþjóð heldur en á Íslandi. Það er allir í eitthvað svona prógrami, sko. Menn eru bara í eitthvað svona, hvað séru, hvernig gekk Arsenal núna? Hvað séru, hvernig hérna unnuð er eða, já, þetta var flott mark hjá honum, Dúli Dong, sko, hann var æðislegur og hérna, hvað gerður í sumarfríinu og ætlaði að fara eitthvað í næsta sumar eða, þú veist, það er einhvern veginn það er ekkert í gangi, sko. Og fólk bara, og ég finna reyndar sjálfur þegar ég er að vinna, maður svo sem þú veist, maður er bara þreyttur þegar maður er búin að vinna og maður vil bara slappa af og ég reyndar heppinn að ég er þannig að vinna og ég get pælt mikið á meðan ég er að vinna, sko. Og hérna, þannig að fólk það er óbúslega illa farið með fólk. Það verður fyrir miklu ofbeldi mjög ungt í gegnum þetta uppeldis- og skólasystem, sko. Og það er eiginlega stanslaust í ofbeldi, sko. Ef þú vogar eitthvað að reyna að leita út fyrir kassan, sko, þá verður fyrir þvílíkum viðbröðum, sko. Börnin eru rifin að þér, þú endar í fátækt bara á götunni, löggan bara drittar á þig, 63 skotum beint í hausin á þér og það er bara, það er fullt af drasli sem býður eftir þér, sko, ef að þú ætlar að hugsa út fyrir boxið, sko. Já.
nema þú sett búin eins og hlumins, ég veit að með mig, ég undirbjóð mig töluvert og það var hluta til ástæða fyrir að ég flutti frá Íslandi, ég var að undirbúa mig undir þetta verkefni, sko. Og Guð hjálpi mér ef þú hleypur út í þetta bara eitthvað óundirbúin að fara, já, 9-11 var inside job, sko, veist. Já. Pröfa að segja þetta á einhverju stóri kaffistofu í ríkisfyrirtæki, skóla eða eitthvað. Jú, maður hefur lent í því reyndar að vera með, ég nú sjálfur svo yfirlýsingaglaður á upplægi, maður hefur oft lent í helstu vandræðum af því maður taldi sig sjá eitthvað en maður var bara búinn að rannsaka nógu mikla punkta til að sjá það sjálfur en maður hafði ekki pælt í hvernig á ég að leggja saman punktana svo ég geti sagt öðrum frá þeim. Já, svo líka er það mjög góðar grunnbúðir að hafa verið svona í kirkjónum og í þessari kirkjupólitík, sko, sem svo versta af þeim öllum, sko. Eineltispólitíkin og halda þeir í bóksinu pólitíkin, sko. Já, ég alveg sammála því og ég held að sko, það eru ákveðna típur sem fara þessa leið eins og við erum búin að vera að fara. Það eru ákveðna típur sem að fara þessa leiðir. Og ég sé það í dag, 48 hálft. Ég sé í dag, sko, 13 ára, 14 ára, þá sá ég ekkert hvert ég var að fara. 23 ára, ég sá ekkert hvert ég var að fara. Það var bara einhver ilmur í tóminu sem að leiddi mig áfram. Það einhver steikarna einhver staðar. Núna finnst mér ég heyra í grillinu, sko. Já, en það líka spurning, sko, með Jóhannes skýrara. Valdi hann að fara út í eyðimörkina eða endaði hann þar? Já, það bara mjög góð spurning, sko. Ég hélt að ég vissi nú allt sem að ég þyrfti að vita Jóhannes skýrara þegar ég samdi orðatal, en ég gaf honum svolítið mikið vægi þar því að Jóhannes skýrari í mínum augum mjög stór maður og ég hef nú ekki pælt í því hvort ég á að kalla hann spámann eða ekki, ég held að hann hefði verið það. En það margir sem en í dag til dæmis veit ég það er söfnuður í Írak og búin að vera í 2000 ár sem eru fylgjendur Jóhannes skýrara. Já, sko, Jóhannes var náttúrulega með lærisveina og prógrami, sko, samkvæmt þessari sögu, sko, ég verð nú, þetta náttúrulega líkingamál, sko, en það náttúrulega fyrir okkur mannfólk, þá þurfum við helst að hafa eitthvað áþreifanlegt til þess að festa hugsanir okkar við, sko. Já, við þurfum að hafa Manchester United og Liverpool á sínum stað, sko. Já, eins og með ég, sko, að ekki búa til persónur og leikendur Jesú og Pétur og Pál og alla þessa, þá náum við einhvern veginn tengingu, sko. Svo stundum líka... Það er svo erfitt að segja, sko, þá sagði ekkert við engan og hann sagði ekkert við hann, þú veist, og það var tómarum, það er svona, já, betur, og hvað tengingin? Já. Suma daga verður maður, sko, í fyrra dag þá bara, þú veist, þá slökkti ég á öllu og fór á YouTube og skrifaði Full Movie 2015, skrollaði niður ég sé þessa movie áður, en horfði bara á hana, ég man alltaf hvaða movie það var, en hún var skemmtileg og það var mjög þægilegt break from reality. Já. En svo er annað sem að kemur upp í hugan, það er þarna við erum saltjarðar, ef að saltið dofnar, hvað gerir maður þá? Já. Mér finnst, sko, ég upplifi alltaf reglulega, það er í öllu, það er nú svolítið maðurinn í mér, eða hönnuðurinn í mér, maður verður leiður, skilur, maður er alltaf að leita einhverju nýju og fesku. Þú veist, þegar maður var búin að nota Future og Helvetica tæpið í 5 ár, þá svona hungraði mann eftir nýjum leturgerðum, sko. Segðu það mokkana þegar ég að fara að skipta í leturgerð. Nei, það er búin að nota þessi leturgerð í 150 ár. Það er líka reyndar í ákveðnum tilfellum gott að vera íhaldsamur í leturtegundum. En ég meina, sko, saman með saltið, sko, hvað gerir kokkurinn sem er leiður á saltbragðinu, sko? Já. Hættir hann að nota salt, eða? Það er eiginlega ekki hægt. Það magnar upp allar skynjanir, bragðskynjanir. Góða punktur, en reyndar talandi þetta, ég get sagt þér það að þegar ég elda nota ég salt nánast ekki neitt. En fyrir bara árið síðan, þá var ég að nota salt alveg á fullu.
En það rifjaðist upp fyrir mér einhvern veginn fyrir að Andrew Weil bendi á það í sínum ritum og bendur ofta á það. Hann sagði að þú lest utan á umbúðir þá sérðu að það er búið að bæta svo mikið salt í nánast allt sem þú kaupir að ef þú þarft ekki að nota salt. Ef þú hættir því þá finnurðu svolítið svona sjokk í hálfa mánuð en svo ferðu að finna að það er fullt af salti í matnum. Þetta hef ég verið að upplifa núna síðasta hálfa árið. Já, við notum reynda töluvert salt en við kaupum bara hráefni í matinn. Ég get sagt þér það, ef ég borða, til dæmis ég var að keyra heim í gær, þá stoppaði ég og fekk mér svona lítinn ostborgara frá Burger King. Skamm? Já, ég ætlaði að verðlauna mig svona því að til þess að halda mig betur vakandi að keyra heim sko. Var hann ekki vondur? Hann var viðbjóður, ég var með eitthvað svona bara, ég var að velta fyrir mér hvaða bragð er þetta sem situr eftir í munnum, eða eftirbragð er það. Og mín kenning var helst svo að þeir blanda saman sko 20% af ónýtu mygluðu kjöti sko saman við drölluna sko. Svona matur er algjört eitur. Já. En það er sko svolítið langt síðan að við hættum að borða McDonald's sko, eða sérst og hérna kjötbollurnar í IKEA og bara allan processed mat sem þýðir líka það núna eins og því átennan hambúrgar þá finn ég strax áhrifin sko. Já. Maður verður svo samdöina þessu eitur brasi sko. Ég er ekki komin eins langt og þú en ég er svona einhvers staðar þarna miðjaveg á milli framleiddsmats og hráefnis. Já, og ég finn mér mun, ég finn sem sagt, ég er ennþá að borða mikið, ég er ekki byrjað að grennast en ég finn mun á því ef ég er að borða sem sagt framleiddan mat eða mitt eigið hráefni eða hráefni sem ég vinn úr sjálfur. Mér sé að kona mín þróaði hérna, þess að ég vil gefa henni svona einhverja púnta og svo fullkomnar hún það sko. Já. Og ég var að segja sko, það er mjög þægilegt að vera með svona pizzu-sneiðar með sér sko í vinnuna. Já. Og ég var að segja sko, ég vil ekki hafa hveitið, það hveitið það er svo mikið eitur í hvíta hveitinu sko. Þannig að ég var að segja, ég er ekki eitthvað annað, þú veist, eitthvað haframjöl eða eitthvað sem við getum notað sko. Og hún tók haframjölið og sett það í svona blandara og gerði það svona dufti. Og eitthvað annað, svo bætur hún alltaf helling við sko. Og út af því býr hún til pizzabott og svo situr hún fjórfalt lag af gúmmelaðinu á pizzanu sko. Já. Mér vantar einmitt einhver uppskrift af einhvers konar hafrakeksi sem ég get búið til sjálfur. Ég þarf bara að leggja mig eftir í náttúrulega þróa það bara. Já, ég þarf að, við ætlum alltaf reyndar að gera með henni svona matreiðslu þætti á Axelsson Family Channel. Það er mjög góð hugmynd, ég hlakka til. Ég bara sá mjög. Ég er ömurlegur kokkur en þessi 5 ár í eyðimörkinni hafa kennt mér að, hvað ég segja, rifja upp hluti sem að ýmsar góðar konur hafa kennt mér hérna áður. Ég nenni ekki að lesa uppskriftir eða svona dót, en ég kann að meta það í dag, góða holla matreiðslu. Ég reyndar raktist að heiman þegar ég var 17-18 ára og síðan raktist ég bara nánast út á götu 18-19 ára, þannig ég þurfti að læra að elda. Og ég var búinn að búa mig til hinn fullkomna pottrétt sko. Með kjöttakki og alveg svona, og var búinn að búa til ákveðin krydd og ákveðina blöndur út í þetta. Þannig að pottrétturinn endist í 1 viku sko. Ánægður með þig. Ég gat hitað hann upp í heila viku sko. En ég get alveg sagt þér það, því náttúrulega, ég get sagt þér að þau ár sem að ég hef búið einn og var sem sagt grenri og hraustari, þá var ég ekkert að pæla í hollumat, ekki neitt. Já. Þannig að það er ekki allt sem sýnist. En þið getið séð hérna ef þið viljið The Axelsson Family Channel. Þetta, að því að sko það verður alltaf erfiðar að búa til channel á YouTube. Manstu á tímabili var ég að segja að hérna þegar ég sel mig þá fyrir að gera kettlingamyndbönd sko. Já. Þannig ég er með channel
á bakbrennaranu sem ég get hoppað yfir í að gera kettlingamyndbönd og svona. Og þarna ætlaði ég líka að sita sko matreiðslu myndböndin frá konum. Ég mæli með þessu, matreiðslu myndböndur alltaf vinsæl, það sérstaklega þau eru stutt hnitmiðuð. Sumir sem ég kíkti nefnilega eins á þetta í hitti fyrir, þá var ég ofta að leita að sko tælenskum matreiðslu myndböndum, því ég mikill aðdáandi tælenskra matagerðar. Og mér langaði að sjá svona hvort það væri ekki eitthvað sem að, þegar ég var í sambandi með tælenskri konu, þá fattaði ég ekki að læra eitthvað af henni. Þannig ég hugsaði, já, ég get kannski fundið eitthvað sem hún eldaði sem ég fannst var gott og lært að gera það sjálfur. Flestir svona matreiðslu ráðsir sem ég fann voru bara á svo mikið, þú vilt helst geta séð bara á 10 mínútum bara akkurat málið. Þessi hráefni, gera þetta svona og tala minna og gera meira. Já, einmitt. Nei, ég svolítið ég óbærslega kaldur í eldhúsinu sko, af því þarna þótt að koma einhverja brunarústir eða misheppnað sko. Ég ekkert viðkomin fyrir því, en ég tók þetta að konan var óbærslega, með uppskrift til dæmis að ef það stendur 350 grömm, það þýðir 350 grömm sko. Það þýðir ekki, það er ekkert sirka sko. Og fyrir mér í matagerð allt sirka sko. Já, þetta algengara með konur. Konur hafa meira áhuga á reglum heldur en karlmenn. Já. Það passa betur upp á málfræði heldur við. Já, og þetta með sem hól sko. Já, það sem svo frábært með konuna mína, við höfum náð að virkja það sem við erum sterk í og virðum veikleika eða styrkleika hvors annað sko. Þegar hún hefur miklu meiri styrk, ég man oft ekkert sko hvað, ég man ekkert hvernig við gerðum pizzuna sem við bjuggum til saman eða fullt af svona réttum sem við búið til saman, ég get ekki endurtekið á í dag, en hún mannaði upp á 10 sko. Þú ert líka komin á þann aldur og þú manst ekki svona smáminni. Já, það rétt. Ég farin að velja hvað ég man. Í þúleik eins og í þessari nýju vinnu, það fullt af nýjum kódum af hurðunum og díselkortinu og fullt af svona kódadrasli sem ég þarf að nota heila nýja muna sko. Já, það bara. Ég kannast við þetta, það er orðið svo hrikalega selektív minnið að maður ræður ekki til það. Nei. Og mér er orðið sama þó ég mismæli mig eins og í vídeónum mínum og nema með svona sumar hluti. Það sumir hluti sem ég þarf að leiðrétta þá eftir að. Já. En ef við komum okkur að efninu aftur, finnurðu þennan keim af því þegar þú ert að rannsaka og fara yfir að þetta sé allt saman ein grundvallar blekking eða eitt grundvallar markmið sem að þetta að yrkja mannkyn, eða að gera út á mannkyn. Já, ég finn það. Ég myndi orða það kannski öðruvísi, en já. En sko þar vísu er ég náttúrulega litaður af biblíunni. Ég náttúrulega búin að vera svo samdægna biblíufróðleg sko síðan bara 20. Að sko, þegar ég segi there is no truth, only perception, þá ég að minna sjálfan mig á líka að þó ég sé að nota ákveðið módel til að horfa á heiminn, að þá er það bara módel, alveg eins og ég segi með englana, þó ég noti mikið hugtakið fallin engill, ég átta mig á því að það bara minn sannleikur, það bara veruleiki sem meikar sens fyrir mig og ég bendi þess ná, þú getur notað engilinn sem arketýpu. Það sé hann bara sem tákn fyrir eitthvað sem hefur einhverja aðra merkingu. Og þegar ég að fara inn í svona speglasali, hvort sem að ég eins og ég var að tala með, bera saman áðan með þá sem að röfla lýðræði út í heimi. Þetta voru bara æðislegt fólk hjá mér, fannst mér fyrir 2 árum. Ég var í margar vikur, ég bara lafti í með allt sem Jesse Ventura hafði að segja. Núna þoli ég alltaf hlusta á hann nema varandi bara sumar hluti. Mér finnst enda Jesse Ventura alveg meiri átt að gaur, sko. En sem sagt, eða eins og Chris Hedges, ég lafti í með allt sem ég náði í með honum. Þangað til, og ég hafði náttúrulega mínar ástæður því ég ekki fylgjandi manna.
það sem ég hafði svo gaman af að sjá, eins og með bara tökum Arundhati Roy. Arundhati Roy er jafnaldra mín, indversk, rithöfundur, sem er mjög hávær lýðræðissinni bæði í Indlandi og líka í Bandaríkjunum. Og ég lafti í mig allt sem hún hafði að segja á sínum tíma. Það sem ég hafði svo gaman að horfa á með svona fólk, alveg eins og ég núna lepi í mig rabbínana og svo framvegis. Ég ekkert endilega að leita að hvort þetta fólk hafi eitthvað sannleika. Það sem ég svo gaman á að sjá hvernig þau segja það sem þau eru búin að finna út. Eins og með Chris Hedges, hann ennþá í uppáhaldi hjá mér til dæmis. En ég stundum sé í gegnum, sko þegar þú komin ákveðið djúpt í einhverju eina rödd, þá ertu farin að sjá líka hvar hann að feila. Ég vil bara taka eitt dæmi, segjum Alex Jones. Ég mjög gaman af Alex Jones, minnst hann alveg sérstaklega þegar hann kom út úr skápnum sem transspecies og kallaði sig Ruff Jones. Það bara einhver besta atriði sem ég hef séð. Að það svona sýnir hvað maðurinn hefur djúpan húmor líka fyrir sjálfum sér. Að hann minnist aldrei á Holocaustið, aldrei. Og gaurinn veit of mikið til að gera það ekki. Já, hann mjög hliðhollur Ísrael og Bill Hicks á launaskrá þaðan, sko. Mér nú svo sem alveg sama hver á baku gaurinn, en ég get alveg eins sagt að hann sé bara ekki meiklari, þú veist. En eins og þú segir, sko, varandi andaverum og vonskunar og þetta allt saman, mér alveg sama hvort einhver agent einhvers þar ekki. Þegar þú ert komin onni í einhverja eina rödd, þú ert komin hann kannski onni í Alex Jones, þú ert komin í ákveðina dýft, þá ertu farin að geta valið, já, hérna hann með eitthvað authentic, hérna hann með bull. Þú ferð að þekkja límið á milli múrsteinana. Hvenær það límið og hvenær það múrstein. Og þegar eins og með Chris Hedges, eina af ástæðunum fyrir því ég fíla hann, svo að gaurinn var í 20 ár stríðsfréttaritari víða um heim. Hann ostraðseraði sjálfan sig í rauninni þegar hann fór að tala opinberlega gegn Íraksstríðinu bara strax í kringum 2003. Og síðan lendir hann í því að hann bara marginaliseraður og færi lítil og rýr störf, en hann hélt sér uppi að því hann fór að skrifa bækur. Síðan verður hann vinsæll fyrirlesari og hann anti-establishment. Hann pro-occupy og hann sósíalisti, en hann líka prestlærður. Hann pappans var prestur og hann sjálfur með doktorsgráðu í guðfræði. Og þarna kemur hann inn á, sko, þetta sem að ég og þú náum að tala að hann með svo breiðan grunn og kemur inn á trúna líka. Og svo kemur í ljós líka þessi gaur, hann þekkir svo vel söguna, hann það vel lesin, og hann þekkir, sko, þegar hann að gera sínar tölur, þá getur hann vitnað í svo margt úr sögunni. Hann til dæmis eitt af því sem hann hefur mest gaman á fjallum, það hvað var að gerast á milli 1900 og 1920 í Bandaríkjunum og blekkingarnar í tengslu við það. Og maður, þegar þú ert með ákveðna breidd og dýpt, þá verður þú svolítið hrifinn af svona gaur. En svo endar maður á því, eins og með Chris Hedges, að maður líka farin að sjá hvar hann feilar. Hvar hann ekki, þú veist, maður farin að sjá hvar hann í rauninni, það sem ég kalla stundum að þú glímir við eitt höfuð á híturinni, og þá ertu partur af veröld hítrunar. Þú ert partur af veröldinni þar. Að þú getur verið anti-establishment, en í rauninni verið að moka undir því establishment, alveg eins og með Wikileaks, að Wikileaks ef það tól á vegum því establishment, þá spurning, hvað græðir establishmentið á þessu tóli? Veist? Þetta svo svipað eins og ég var að tala þarna í hinn djöfulega blekking, að ef þú horfir á 911, þá sérðu að elitan græddi eitthvað á 911, síðan ferðu yfir í samsærisheiminn og þeir segja, heyrðu, nei, það var sko Mossad eða síonistar sem græddi á 911, en
en þegar þú ferð svo að horfa á þetta frá sikkur hliðinni þá ferð að sjá, heyrðu, það var annarkvort þessi sem græddi á 911 eða þessi. En þá kem ég og segi, nei, meitlararnir skipulöðu 911, þeir græddu á þessu sama hvernig þú lítur á það. Þú veist, ég fer að spá í það, sko. Reyndar ég tók þessa pælingu svolítið mikið, sérstaklega því ég var náttúrulega hlustaði mikið á Alex Jones og ég fíla mjög stílinn hans og á honum í sjálfum sér mikið að þakka fyrir að hafa vaknað þegar rumska til lífsins. Ja. En það þarna líka biblíukonsept fyrir þessu sem að heitir enginn spámaður í sínu heimalandi. Ja. Og ég get til dæmis játað mig sekan það að ég hef farið mjög varlega og rólega í að tala Noreg til dæmis. Já. Einfaldlega því að einhvers staðar verður maður að búa og einhvers staðar verður maður að fá lifibrauð. Já. Og ég held að það sem að Jesú var að meina þegar í biblíunni var að tala að enginn spámaður í sínu heimalandi. Þannig að þú verður einhvers staðar að geta búið í þetta og sketið, sko. Já. Og sko sama með þessna teki stundum menn í sátt. Ég tek ekki allt alveg svona svart og hvítt, sko, eins og ég tek ekki alveg þegar hann Bill Hicks vinn okkar og segir bara að hann alveg ómögulegur, sko. Af því að sko ég sé að hann undir verndarvæng Ísraels Mossad dæmisins og þannig að ég veit einfaldlega allt sem að hann talar í þá átt bull og vitleysa, sko. Já. Þannig að maður þarf bara að finna heimalandsgráðurnar hjá fólki og taka það út úr umræðinni, sko. Saman með Chris Hedges, hann kemur úr þessari nýju háskóla trúariðkun sem svo sturlaðasta sem mannkinn hefur séð sennilega. Og óbúslega margir sem koma úr þeirri grensu, sko, þessum háskóla náttúruisma eða agenda 21isma, sko, að við séum að eyðileggja bara alheiminn eða eitthvað. Já, Chris Hedges núna mest að leggja áherslu á sko global warming pælinguna. Nákvæmlega, þar kemur heima gráðan hans. Og hann hefur mikinn áhuga líka á sko what is the making of a rebel, það að segja. Og þá hann að horfa rosalega mikið síðustu svona allan 2 árin að verða. Þá hann rosalega mikið að horfa á hvað það sem gerist þegar uppreisnar leiðtoginn gerist. Hann að leita, og ég sé það alveg á fyrirlestrinum hans, að hann að leita að hver verður næsti rebel leiðtogi í Bandaríkjunum. Hann að leita því. Já, það sem svo merkilegt við þessa vakningu núna, að það engin rebel leiðtogi. Það ekkert þannig í gangi og til dæmis Russell Brand var að detta úr lestinni núna og gaman að hlusta á síðasta þáttinast það sem hann að koma með afsakanir fyrir því akkur hann hættur, en ástæðan fyrir því var að hann var afhjúpaður sem Fabian Mella. Já, ég hef ekki verið að fylgjast með honum, ég vissi ekki að hann hefði verið hættur. Nei, og það sem svo merkilegt núna að öll gömlu haldreipin að víxla blekkingum og sko það virðist vera þessi bara algjörlega búin að opna á, bara öll brellu kistan opin, sko. Fortjaldið rifið og við fólki blasir prump í skókassa. Já, þú segir mér fréttir Brand, já, merkilegt. Og þannig að þeir virðast vera, já, þetta hefur sennilega gerst á þessum tíma sem að tala að Jesú hafi verið krossfestur, fortjaldið fjall og fólk hætti að vera hrætt við þessar grýlur og hætti að vera stjarfdáleitt af ótta við dauðan eða einhverja svona töfrabröðum, sko. Já. Alla grýlurnar hættu bara að virka eins og handi var í veifa þegar að fortjaldið fjall. Já, fólk fattar ekki að þegar þú ferð þarna yfir, þarna á milli, þá sko það svo mikið af fólki sem awakening
Og ég gerði þessu, ég held að hafa verið í ensku myndbandi sem heitir Fragile Faith, þar sem ég gerði í skil að það engin andleg vakning. Andlega vakningin búin að vera til svo lengi. Og það var andleg vakning fyrir 2000 árum, það var andleg vakning fyrir 100 árum. Og andlega vakningin tekur bara á sig nýjar myndir. Og ég til dæmis gerði á ensku rásinu minni þegar ég var að gera þessi myndbönd núna í sumar. Ég er svona komin í ákveðna pásu með það og ætla að skipta form ef ég held áfram, það verður svona annað form á því. En ég gerði þarna nokkur myndbönd sem heitir Consciousness 101 til 909, mjög erfið myndbönd, jafnvel fyrir sjálf mig að hlusta á þau. Og ég eiginlega fegin, fyrst til að byrja með var ég eiginlega fúll út í sjálf mig fyrir hvað þau voru erfið, en í dag ég eiginlega fegin að þau voru erfið. Það er svona eiginlega fyrir mig confirmation of concept. Að þar fer ég út í til dæmis hluti að það sé ekki til hærra consciousness eða víðara consciousness eða æðra consciousness eða neitt slíkt, heldur sé allt saman consciousness, það sé bara spurningum hvernig þú tjúnar þitt eigið eða hvernig þú tengir þitt eigið. Mér langar að nefna líka til þess dæmi. Ég var bara nýlega að tala mannesku sem hefur mjög næmt og gott innsæi og fylgist með djúpkóðunum, held ég, að þú getur talað við vírus. Og þá segir hún, hvað á ég þá að segja við vírusinn? En sem mjög góð spurning og ég fagnaði spurningunni því að hún líka proof of concept. Það að segja, við horfum svo mikið á heiminn og mannhafið og okkur sjálf út frá egóinu. Og þá ég ekki að meina þessari neikvæðu mynd sem fólk notar egóið, heldur á ég við það sem ég kalla við brain mind. Að þú horfir svo mikið í gegnum heilan eins og þú horfir í gegnum auga, þá horfir þú líka í gegnum heilan. Og þá ertu svo mikið í viðbragði, the human being eða manneskjan, hún svo mikið í viðbragði við umhverfi sitt og veruleika sitt. Hvað á ég þá að segja, eða hvernig á ég að bregðast við, eða á ég að fara í, og til þess að svo var þetta vírus, það mjög gott dæmi, vegna þess að þegar þú ferð að tala við vírus, ertu þá ekki að fara í baráttu gegn vírus. Það er svona fyrsta assumption, en það er ekki deduction. Og við sjáum ekki alltaf deduction af því við erum heila þvegin með bæði presumption og assumption. Og það er ofsalega erfitt að greina það í mindspottinum. Þó ég sé að tala um þessa hluti, ég sjálfur erfitt með að greina það. Og ég segi nei, þetta er ekki spurning um hvað þú átt að segja, heldur spurning um hvort þú átt samskipti, hvort þú ert í conversation. Og þetta útskýr ég þannig í consciousness-seríunni minni, að ég upplifði þetta tilviljun að ég var samskipti við the virus collective. Og ég, í gegnum þessi samskipti, með því að gera það án þess að ætlast til þess að af sjálfu mér ég þyrfti að bregðast við, heldur bara með opnum huga að segja, heyrðu, hvað getur þú sagt mér? Hvað get ég lært af þessu? Svipað eins og hann gerði sá sem að hjálpaði Oda Nobunaga að sameina Japan á sínum tíma. Sá sem að stofnaði, sameinaði sjókonetið. Ég man nú ekki í svipinn hvað hann hét, Tokugawa, Ieyasu Tokugawa hét hann. Hann sagði, to defeat your enemy, first become his best friend. Then when you know everything about him, you can take him down anytime you want. Og þetta gerði Tokugawa. Hann hjálpaði Oda Nobunaga að sameina Japan, en hann var instrumental í því að leið og Japan var orðið sameinað, að þá var Oda Nobunaga drepinn og eini afkomandi hans var drepinn líka. Og þessi fjölskylda, Tokugawa fjölskylda, stjórnaði síðan Japan fram að Meiji uppreisninni 1879, eða kringum 1880. Það sem ég er að horfa á hér til dæmis að eins og þegar ég spurði tréð, ég er ekki að grínast, þetta gerðist raunverulega, ég notaði mitt eigið consciousness til að spyrja collective consciousness trjánna í heiminum, sem er eitt elsta consciousness á okkar plánetu, eru við sköpuð eða þróuð? Og tréð svara tilbaka, neither, we are inspired. Hvorugt, við erum innblásin. Og punkturinn hérna að á þessu mómenti er tvö consciousness
í samskiptum og hvað fæ ég? Ég fæ staðfestingu, proof of concept af því sem ég kalla hinn tvívíða veruleika. Það allir að rífast hvort að heimurinn þróaðist eða var skapaður, en hérna kemur þriðja ásýndin. Og ég var að velta þessu fyrir mig núna í vor. Og ég segi við sjálf á mig, af hverju hefur ekki gert það sama varðandi grasið? Grasið eldra en trén, grasið útbreiddara heldur en trén, grasið vex allstaðar þar sem kemur 5-10 stiga hiti. Eða kemur allt í 5-10 stiga hiti á Suðurskautslandinu, þá ferðu að finna gras hér og þar. Og þú veist ekkert hvaðan fræin komu. Og þú leggur hellur og þú setur steinlím á milli hellana, svo hættir að sópa hellurnar í 4-5 ár og það komið gras upp á milli allra hellna. Og 100 árum seinna eru hellurnar byrjar að grotna niður og gras komið í staðinn. Svo ég sagði, okkur talar þá ekki við consciousness grassins. Svo ég gerði það. En svarið sem ég fékk kom mér á óvart. Aftur alveg eins og svarið frá trénu og svarið frá vírusnum, það kemur mér á óvart. Og ég lék mér aðeins og aftur, bara fyrir nokkrum dögum, að ég var úti með hundana, hundarnir voru að leita slóðum og svona, og ég fer að tala við grasið. Og aftur kom það mér á óvart. Og eitt af því sem grasið kenndi mér, við þurfum ekki leiðtoga, en við erum öll einstök grasstrá. Já. Það var bara það sem þú varst að segja. Já, við erum gras en ekki tré. Það er búið að neyða okkur til þess að vera nokkuð skona tré þjóðfélag. En þetta sko, ég hef haft rosalega gaman að þessum pælingum þínum og ég hef sjálf og sér ekki komið með eitt comeback við þeim, kannski ég geri það aðeins núna. En ég held að þú sért alveg spot on með þetta ego, sálina og eign hvers á hverju þar, að þú getur ekki selt frá þér sálina þína. Og þú ert alveg spot on við það sem þú ert að segja. Hins vegar veistu að ég er mjög iðinn við það að búa til ný orð. Og ég held að þessi hugsun sem þú ert að koma með er spot on og hárrétt sett fram í gömlum orðum. Og þegar ég verið að hlusta á þig þá hef ég verið að hugsa, það vantar einhver ný orð hérna. Þetta er alveg hárrétt og það vantar eitthvað svona eitthvað Himalaya salt á þetta, eitthvað nýtt sko. Og Himalaya salt. Já, það farðu rétt að bragðið sko. Og þá fór ég að hugsa og einmitt það sem þú ert að taka á þessum stóru konceptum eins og consciousness og svona, og þessu þá þessu stóru consciousness sem allt kemur frá og þetta ego sem er þjálfað upp og tekur svona yfir svolítið og getur leitt út í ömurlegheitin og allar þessar pælingar sko. Og síðan að vera inn í þessu stöðuga bombardment af heimsku sem að kemur frá þeim sem að vilja misnota þig og yrkja fólkið. Sko, ég held að það sem að við köllum consciousness sé í raun bylgjur eða wave, sé þess að því að sko að bylgja byggir á einhverju efni. Bylgja er ekki bara eitthvað í engu sko. Bylgja er ákveðin orka og þetta sem fólk er að reyna að útskýra sem DNA, eitthvað svona kemikal, það held ég að séu bara bylgjur. Við sem lífverur aðlögum okkur ákveðnum bylgjum sko. Og grasið aðlaga sig að annarri tegunda bylgju. Og þess vegna eru menn að tala sko einhverja bull, það er að tala um að sé svo mikið að dýrum að drepast út sko. Já. Menn að tala um eitthvað, er það logið náttúrulega úr öllu konteksti, en við sjáum líka bara fugla þetta himnum, fiskinn synd upp í land og það er alltaf eitthvað sem bara hvað er í gangi sko. Og ég held að það sem er að gerast með það
breyting á þessari bylgjulengdum sem að móta jörðina, sko. Og það virðist vera að sko, fyrir mér svolítið stórt argument sem svona nokkurn veginn það sem að allir hafa komist að niðurstöðum. Indíánar í Ameríku, Eskimóar í Grænlandi, allir hafa svona nokkurn veginn komist að einhverju svona næstu því að menn geti verið sammála og það eru allir sammála það, já, það eitthvað þarna einhver staðar sem það skynjar, sko, og ég get ekki sagt hvað, þess vegna lyfti maður höndum, sko, það taka móti einhverju, sko. Og ég veit ekkert hvað það og ég get ekkert útskýrt það er svona, þú getur tekið þessa þekkingu af mannkyn og það allir svona, já, ok, það eitthvað. Já. Og það þessar bylgjur sem eitt orðið yfir það consciousness. Og við mannkyn höfum náð svona, erum ákveðni bylgjulengd sem svolítið merkileg. Og það að hluta til ástæða fyrir því að elítan að rugla svona mikið í alls konar tíðnum með Wi-Fi-um og símaloftnetum og það virðist líka vera einhver náttúruleg bylgjubreiting í gangi að því að sólin öll í mess og það fullt af svona mælitækjum sem bara Schumann residence alveg bara fullt af svona mælitækjum sem að mæla bylgjur sem bara alveg að flippa út, sko. Ja. Og ég held einfaldlega að það sem að gerast að það bylgju, þetta svona eins og alda, sko. Það svona niðuralda og uppalda. Og þessi uppalda sem við erum í núna á einhverju 2-3.000 eða einhverju x ára tímabili, þá kemur einhver svona bylgja upp. Þá hækkar Schumann residence, það hækkar sem sagt grunntíðni jarðarinnar og þá fara fuglarnir að villast og fiskarnir vita ekkert hvert eiga að synda og það fara að ruglast alls konar svona í náttúrunni, sko. Ja. Og hugsanlega á svipuðum slóðum hlýnun, sem sagt að jörðin einfaldlega hlýnar við þessa bylgjubreitingar, þá verður hlýrra og það sem gerist þegar jörðin hlýnar þá eykur jörðin CO2 svipað og þegar líkaminn tekur eitur þá fórnar að fullt af hvítum blóðkornum, sko. Að jörðin bara með ákveðin viðbragða kerfi við þessu vesenni sem að hækka hitann, sko. Já. Og auka CO2 sem þýðir að það breytir svolítið dýralífið. Grænland verður grænt upp í fjöll og Ísland verður skógi vaxið aftur og allt þetta. Og það virðast vera þessar andhafir móskonar í himingeimnum ekki hrifnar af þessari uppbylgju, sko. Já. Og þetta plan þeirra núna og virðist vera þegar að fortjaldi rifnaði við þessa krossfestingu Jesú að þegar þetta gerist þá missaði bara tök á öllu liðin í nokkur þúsund ár, sko. Já. Og það þessi pirringur sem í gangi að það nokkuð ljóst að hafið af fólki eða eyðimörkin af fólki mun vakna, sko. Og þessi monkey business sem í mun ekkert virka, sko. Já. Og ef ég held áfram með þetta frá þessum andlega þætti að sko þessar bylgjur sko þú getur búið til úr járni og vírum loftnet sem tekur við ákveðnum bylgjum, sko. Og þú getur agað bylgjurnar niður í ákveðin rytma og fleira slíkt og þá hortu bara að koma með útvarp eða tölvu eins og við erum með eða sjónvarp, sko. Og það það sem að öll þessi trúarkerfi og meitlarakerfi og hvað þetta heitir allt saman, þetta svona til þess að taka niður þessar bylgjur sem við erum að upplifa og erum í tengslum við og meitla það niður í eitthvað
eins og útvarp, sko, þannig að þetta selja mann eitthvað drasl eða eitthvað í gangi, sko. Já. Og það er það sem er svo ómanneskjulegt og er svo mikill viðbjóður og eru þessar andaveru vonskunar sem við erum alltaf að hatast við, sko. Ég veit ekki hvort ég að hatast við það, en hérna, ég er kannski ekki endilega vola hrifinn af þeim. Nei, ég meina, ég er að opna þræla nýlendu, ég er mjög opinn fyrir umsóknum, sko. En ég er alveg sammálaður þessu, ég gerði einmitt myndband í fyrravetur sem að heitir, sko, hérna, hvað heitir það nú aftur? Það er eitt af bestu myndskeiðunum minni. Hvað heitir það aftur? Það heitir eitthvað Tune Your Frequency eða eitthvað nú man ég það. Það heitir Take Charge of Your Frequency. Já, Ragnar kemur í mér hérna með punktleiðréttingu, þetta er tíðni, segir hann, ekki bylgjur. Betra að segja tíðni, segir hann. Já, það er alveg sammála því. Og það er gott líka eitt sem minnir mig á. Ég veit að Ragnar er mér alveg, við erum eiginlega sammála hvor öðrum við Ragnar með það að fólk er oft að horfa á eina tíðni varðandi mannkynið, en ég hef meiri áhuga því að horfa á samlegðar áhrif tíðni og tíðnisvið. Og það getur verið margar tíðnir af mörgum tegundum bylgna. En ég hef líka bent á eitt til dæmis í sambandi við svona pælingar og það var bara hlutur sem kom upp úr mér eiginlega bara, ég var að skrifa status og þetta kom bara vallt upp úr mér fyrir núna einhvern veginn í vor. Að menn eru ofta að pæli hvort að ljós eru ljóseindir eða ljósbylgjur og ég segi það er hvorugt, en það getur litið út eins og hvorutveggja. En það sem og þarna komum við inn í það hvernig mannheimurinn byggist á svona assumption, er að sko mannheimurinn er að horfa á eindir og bylgjur og sér ekki að það getur verið eitthvað á bakvið. Alveg eins og ég er að segja með vírusinn, þú getur tengst consciousnessi á annarri bylgjusviði, tíðnisviði og fengið að vita eitthvað meira og leið og þú veist meira þá eykur þau líka getu þín á styrk. Mér langar líka að koma inn á það sem þú ert að tala að þegar ég var að semja ferlins jákvæða vilja og svo síðar þegar ég endursamdi það á ensku og kallaði The Process of Positive Willpower, þá fór ég að skilja þetta fyrirbæri betur að þegar þú byrjar að færast úr brain mind og yfir í soul mind, fer að viðurkenna sál þína og leyfinni að vera það entity sem hún er, án þess að skilgreina hvort hún er bylgja eða eind eða svona eða hinsegin og segir ég er sál en ég veit ekkert hvað það er. Ég veit bara ég er. Svipað eins og þegar engillinn segir við Móse úr runnanum ég er sá sem ég er. Eða eins og þegar Jósúa segir sjálfið er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þetta er svona alltaf mín túlkun. Að þegar þú ferð að vera meira sálinn þín, sko, þá ferð að sjá betur þetta stríð þessa tíðni eða sál eða hvað sem við köllum það, eða vitund, og eins og þú réttilega bendir á, ef það er eitthvað sem mannkynið er sammála þá er það að til sé fyrirbærið sál sem enginn veit hvað er. Og þegar ég fer til að dýfstón í rabbínana, þeir sem hafa farið dýfst af þessu rabbínum, þeir enda allir á að segja Sínai fjallið er bara myndlíking, þetta snýst allt sálina, allt saman. Og þá er ég komin að einmitt því, hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli? Og það sem ég fékk þegar ég var að vinna með þessa hluti var að sálin er sköpunarkraftur. Og það þýðir basically að þú getur skapað þinn veruleika. En þegar það eru komnir 1000 manns saman að skapa sama veruleikan, þá fer hann að holdgerast, hann fer að verða manifest. Og þetta er ofsalega powerful insight, vegna þess að þegar við sjáum eins og jörðin í dag, 7000 milljón manns að vera að skapa saman í gegnum sitt kollektív, sturlaðan veruleika, þá færðu sturlaðan veruleika. En þegar við erum komnir að þessu með föllnuenglana eins og ég nota þetta, eða andaveru vonskunar eða hvað sem við köllum þetta, þegar við sjáum að það er eitthvað, sko,
við sjáum, því meira sem ég grúska, því betur sem ég þekki mína sögu mín samfélags eða sögu mannkynsins, þeim betur get ég séð að það hugur þarna bakvið. Það hugur þarna, ég sé hann. Ég sé hann eins og ekki með augunum, ég sé hann á einhvern annan hátt. Og ég sé að það hugur þarna sem að fílar að hræra upp í hugmyndaheimi mannkynsins, þangað til það sturlast, þangað til það týnist inn í egóheiminum sínum, missir sjónar á sálinni sinni og það einhver sem nær þá að beisla þennan sköpunarkraft. Það það sem ég sé, og eins og þú sagðir í upphafi spjallsins, að ert að sjá að það einhver rauður þráður þarna. Já, ég sífellt að sjá hann, sko, hann að byrja að verða neonrauður, sko. Og það hluta til það sem keyrir mig áfram, að ég svolítið duglegur að vera að koma með spjallið mitt. Vegna þess að rauði þráðurinn í öllu sem ég að gera að benda á þennan rauða þráð. Já, einmitt. En það eitt sem að sko, allavega þar sem ég lærði biblíufræði, það þetta andi, sál og líkami, sko. Já. Hérna, sko, að þegar ég tala þessi konsept, þá ég að tala þessa þrískiptingu, sko. Og ég geri greinamun á anda, sál og líkama. Og flestir viti ekki eins og hvað andi eða andleg málefni, en hérna allavega, já, því miður. Þeirra vegna. Já, en sko, ef við höldum okkur við bylgjufræði, reyndar þegar Ragnar talar tíðni, það bara tíðni bylgjutoppana. Ég raun að tala bylgjur og þá náttúrulega inn í því öll konsept bylgna, tíðni, mæling á milli topp og allt slíkt, en ég ætla að halda með orðið bylgjur eða waves, af því að sko við getum líka skilið vonduverk óvinnarins í gegnum þessa pælingu líka, að ef við segjum að ég sé að senda frá mér ákveðna bylgju sem að góð og að gera gott fyrir fólk, þá getur einhver annar sendt mótbylgju sem að með topp þegar ég með lægð og lægð þegar ég með topp. Já. Út úr því kemur nullorka. Já. Og skilaboðin komast ekki til skila. Já. Og sama með svona radio scrambler, sko, ef ég út í eyðimörk og með labrab með mér til þess að vera í sambandi við fjölskyldun eitthvað slíkt, sko, að þá þetta að senda samskona bylgjutækni sem bara gerir tólið ónýtt fyrir mér, sko. Já. Og sem að einangra mig á í þessum kringustæðum og því þar ég næ ekki sambandi, sko. Og það allt þetta sem í gangi, öll þessi fjölmiðla starfsemi, heila þvottastarfsemi, allt þetta sjó og þessna til dæmis eins og við tólum áðan Snowden og Wikileaks, sko, að Snowden og Wikileaks að senda bylgjur, sko, til þess að nulla ákveðna hluti. Já. Því eins og þú talaðir áðan að hafið, Rauðahafið, sandurinn í eyðimörkinu og hotnóttis snákurinn, að sko hafið, fólkið, að þegar að elitan, þeir sem að stýra öllu prógraminu, þegar þeir sjá okkur að bylgjur fara að koma, þá bara, já, við sendum aðra bylgju á móti sem nullar þessa bylgju, sko. Og það það sem allt þetta Snowden, hægri, vinstri, kommunismi, fasismi, holocaust, ekki holocaust og bara allt þetta snýst að nulla út bylgjur meðal fólks, þannig að sé hægt að halda því niðri í þrælakistunum sínum og að þessi 1% elita bara rúli þessu litla geimfæri sem við erum föst á, sko. Já, þarna týnist fólk í þessi ég kalla mismunandi hugmyndakerfi. Og þegar fólk fer að rífast hvort að hugmyndakerfi sé rétt eða rangt eða satt eða ósatt eða skipti meira máli eða ekki. Þetta bara hugmyndakerfi. Þetta bara skemmtilegar hugmyndir, þetta bara bíó. Já, til dæmis ef við tökum þessa bylgjupælingu, tækið sem sendir mótbylgjuna til þess að nulla góðu skilaboðin, skiptir máli hvort að tækið rautt, blátt eða svart á litin?
Nei, það verður að vera bleikt ef það feministi sem það. Ok, já, við getum verið sammála að það sé bleikt. Og sama sér feminismin svona bylgju drusla sem til þess að nulla ákveðna hluti út, sko. Þú verður líka að setja anti-porn filter í það. Já. Á hvaða tíðin það eftir? Það veit ég ekki. Ég voru aldrei á porn. Ég svo hræddur að NSA komi þá með hurðina á herðunum inn. En byrju, vændi, nú vil allir banna vændi, en leyfilegt að vera leikari í klámmynd? Ég var svolítið hissa á því að enginn tók eftir því þegar ég var að taka fyrir vændi á íslenskurásinni minni. Vændi var löglegt og meðan að þeir meitlararnir voru að taka út hórumömmun á Íslandi og svo var það ólöglegt aftur. Já. Þetta var svo augljóst tæki. Einokun, samkeppnir synd. Hver á vændið? En svo var ég líka með að fletta það, ef að vændi væri löglegt þá gætu þeir ekki skattlagt gjafinu. En hérna nú bara svona grínast, sko. Ég held að ég hugsaði að það hlýtur einhver að píka upp brandarinn í þessu. Hvað þetta fyndið? Þetta var nú aðeins svo djúpt kannski, sko. En málið það að skattlagning glæpur gegn mannkyni, bara sama hvaða talan Sko, í mínum skilningi, já. Skattlagning að innheimta skatt með valdi glæpur. Ég alveg sammálaður í því, algjörlega sammálaður í því. Og við bara höfum orðað á ólíkan hátt. Þetta í stjórnarskrá þjóðveldis og þetta í frjálsu stjórnarskránni. Við erum alveg spottum sammála með þetta. Já, einmitt. En ég eins og við erum eins og ósammála það hvort það eigi að vera skattur eða ekki. Já. Ég miklu vinstri sinnaðri heldur en þú með það. Já, einmitt. Svo við setjum okkur í einhvern mælanlega veruleika. Já, ég ekkert, þá ég ekkert að segja að maður eigi bara að labba hjá einhverjum í neyð og láta hann drepast, sko. Nei, ég veit það. Það bara, þú veist, veröldinni flókin. En ég enda veit það að fólk mun ekki skilja stjórnarskrá þjóðveldis næstu 2 aldirnar og ekki frjálsu stjórnarskránna næstu 10 aldirnar. Fólk skilur ekki einu svona konseptin sem við erum að tala og það eitt sem við förum aftur í Biblíuna, að það heilagasta nafn á Guði, að því fólk áttast ekki á því að Guði með svo mörg nöfn, ég held að það sé 150 nöfn eða meira, El Shaddai, þú veist, og mörg nöfn á Guði, en það allra heilagasta nafni ég Það einfaldlega vegna þess að leið og þú fattar ég sem að ég mín eigin eign og þá kviknar á öllum perunum í einu, sko. Setjum þetta í mitt mystíska samhengi, af því að ég náttúrulega þykist vera spámaður og allt það. Þetta orð ég þú veist að ég tók það úr setningun hans Jesú og sagði að merkingin sjálfi. Það notaði svona orða útgáfu af ég sem meinar sjálfið en ekki ekoð. Já, einmitt. Og þú fyrir að það sama gerist við runnan hans Móse. Ég sjálfið sjálfið. Sjálfið sannleikurinn, sjálfið rótin, sjálfið hið eina. En það má líka túlka þessi brennandi runni sem Móse var að tala við. Af því að sko þessi fundur Móse upp á fjallinu við brennandi runna má líka líta á sem svona ákveðna helgi athöfn þegar hann að ræna ég af líðnum, sko. Sko maður þarf náttúrulega að geta skoðað ávextina á trénu og maður þarf að átta sig einmitt á því sem að sko ég svona óbeint að segja með því að minna á þessa túlkun mína á orðunum ég Þá ég líka benda á
hvernig orða þetta, ákveðna blekkingar, það að segja lost in translation. Þú veist, að þegar mýþræðisminn var gerður að ríkistrú Rómar og skiptu nafn, að þá var þessu orði kippt úr sambandi og látið merkja einhvern hálfguð. Og hann síðan gerður ábyrgum fyrir syndum þínum og tökum eftir því til dæmis að þessi syndaaflausn, þessi fórn fyrir syndaaflausnir, þú örugglega tekið eftir að DMH hefur haft mikið gaman á að fella þetta, en rabbínarnir hafa minnast líka á þetta, þeir minna ekki ofta á það, en þetta til hjá þeim, að æðstipresturinn hann tónaði einu sinni ári fyrir syndir sinna fylgjenda og gerði þá fórnaði fyrir syndir. Og DMH bendi á að þeir fóru að breyta þessu yfir að gera fórnina fyrirfram, þannig að þú gætir í rauninni eftir hvað sem af því þú varst búin að færa fórn fyrir syndiðin. Og það sem við erum komin hérna úti er ekki bara lost in translation, við erum lost in meaning. Við erum komin með svona hugarstorm sem færir fólkið frá því að horfa á innihaldið á bak við það sem Móse var að gera. Taktu til þess eftir tengingunni við það þegar ég er að tala consciousness og segja að talaðu við vitundina hjá trénu sem er búið að vera til lengur á jörðinni heldur í mannkynið og athugaðu hvað tréð getur sagt þér. Þetta er það sama og Móse lendir í nema hann líkir þig í eld. Þegar að Móse er á fjallinu og segir við Guð, leyfðu mér að sjá þig, þá er svarið, ég er eldur, enginn maður fær séð mig og haldi lífi. En ég rakst niður á það að tilviljun þegar ég var að gera mitt efni, bara það eru 3 ár síðan ég áttaði mig á því, ég man ekki hvenær, en að ég var að hugsa einhverja hluti og allt í einu áttaði mig á því að Guð er hugareldur. Hann er eldurinn sem brennir upp þennan forgengileika þinna hugmynda. Það er að segja þín hugarkerfi og þínir ismar og þetta þolir ekki hinn guðlega eld sjálfsins, innblástursins, ljómunarinnar. Að þá fuðra bara upp. Og þannig erum við komnir ákveðin hring og það er svolítið merkilegt að hið guðlega insight, ef ég má orða það þannig, divine inspiration eða divine insight, alveg eins og þú varst að tala áðan með þessa vakningu sem er að gera svo víða, að hún er leiðtogalaus. Sjáðu til dæmis, þegar ég skrifa endurreist þjóðveldi og svo stjórnarskrá þjóðveldis, að ég lagði mesta vinnan hjá mér við samningu stjórnarskrárinnar var að setja inn lykla inn í hana svo að það geti ekki orðið leiðtogi, að þjóðveldið er leiðtogalaust. Og ég er mjög duglegur að segja það í sambandi við mína trú og þá vinnu sem ég vinn fyrir eingyðistrúna, að eingyðistrúin er leiðtogalaus. Hún er prestalaus. Og þarna erum við komnir aftur í þetta lost in translation og lost in meaning, að ég hef sagt að spámenn og prestar eru diametrically opposite. Það er að segja þeir eru algjörlega andstæðir pólar. Þannig að spámaðurinn hann kemur til þín og segir þú þarft að kveikja á innblæstri frá hinu guðlega. Leyfa sjálfi hins guðlega að tala við þitt sjálf. En presturinn kemur og snarar þig inn í alls konar regluverk sem er oft byggt á einmitt lost in translation. Hérna erum við aftur komnir að fyrirbærinu eign. Hann blekkir þig til að trúa því að þú getur gert einhvern annan ábyrgan fyrir sálinni og þinni sáluhjálp og þar með eignast sálðina á vissan hátt eða eignast sköpunarkraft sálarinnar sem er blekking vegna þess að þú getur ekki selt eða gefið það sem þú ekki átt og egoið þitt getur ekki átt sálina alveg eins og barnið þitt getur ekki átt þig eða höndin þín á ekki þennan líkamann. En það þarf ákveðna diff til þess að kveikja á þessu, þú þarft ákveði insight til að kveikja á þessu, þú þarf ákveðna auðmýkt til að kveikja á þessu, en þegar þú ert komin í þetta eignarhlutverk, þá ertu komin í það sem að Santos Bonazzi kom í orð, svo snilldarlega í þættinu sem ég myndist áðan, að það er mikill munur á líkal og lofúl. Og hann var svo akkurat byggt með hamarinn á naglan þarna. Að það sem að hugarheimur gólemsins, hinnar sturluðu alþýðu, eða hins sturlaða meirihluta, hins sturlaða skrýls, umskiptingsins, er að hann er dáleittur af legalitíðinu. Já.
Djúpt. Já, já. En þú sér hvernig til þess að ég veit að þú fattar þessa hluti, þú ert búin að grúska í alls konar hlutum og svo líka eins og með mitt orðfæri, við erum búin að tala oft svo saman og við erum búin að hlusta á vídeóum frá hvort öðrum að við skiljum orðið þetta tungumál. Við erum á vissan átt að setja ákveðu tungumál. En það er líka það er talað í Biblíunni sko, að það sem stenst eld sko, það talað safnið ekki hei hálmi og gagslausu drasli sem stenst ekki eldin sko. Já. Safnið heldur málmum og dýrum steinum sko. Og þetta allt sama andleg merking. Já, og þetta það sem að þú hefur líka aðeins verið að koma inn á með gyðingana sko, að þeir hérna sko, það virðist vera að þessi eldur kemur reglulega yfir sko. Það er einhver svona, já bara eins og náttúrulega það koma eldgos reglulega og það er alls konar hlutir í gangi bara sem að við höfum eitthvað að stjórna á. Já. Og þetta er líka svo með ríkar fjölskyldur, það er kenna börnunum sínum að fjárfæstir hluti sem er auðvelt að flytja með sér, eins og gull, þú þarft ekki að vera með mikið gull í vasanum til þess að vera að flytja gríðarlega mikil verðmæti með þér. Já. Og það er þrennt sem að ríkar fjölskyldur kenna börnunum sínum að gera, það er þess að gull og svona mjög dýrir hlutir sem auðvelt er að bera með sér og það eru landareignir að því að sko land og oft þótt að sé sko það kemur eitthvað svona stjórnmál ástand þannig að þú kemst ekki inn í landið en það hefur alltaf endað þannig í mannkynssöguna fyrir rest getur farið og sannað eign þína á landinu. Og þá svona þegar að ruglið hættir færðu það tilbaka aftur sko. Og síðan eru svona talað alls konar listir, svona málverk og frægar hluti sko. Að þú getur tekið Rembrandt málverk og selta hvar sem er í heiminu fyrir skriljónir sko. Og hérna og þar er verið að tala svona raunverulega list sko. Og ég hef reynda bætt við þetta annað sem að eru hæfileikar. Ég hef alltaf verið obsessed við þess að ég farið í alls konar vinnur til þess að læra bara. Besta leiðin til þess að læra eitthvað er að fara í vinnu við það. Já. Og hérna og ég hef stundum farið í vinnu bara til að læra stöffið sko. Og að því að þekking er eitthvað sem er mjög auðvelt að flytja með sér. Já. Og þetta vita, eins og þetta er eina ástæðan fyrir því að ég tala að júdaismi er margan Salka mín, ég þarf að fara að sinna Sölku. Já. Hún er lóðað þannig að hún er að skiptast á við ljúf og verið í búri og þetta eru 3 sólarhringar sem eru erfiðastir hjá þeim. Já. Sem þau verða að vera bæði í búri sko, þannig að ég þarf að vera mjög mikið að skipta sjálfum mér í tvennt og fara með þau út. Já, ég var ætlaði að fara í vinnu þar sem ég ætlaði að vinna í 2 vikur og vera eina heima. Já. En þeir eitthvað að misskilja það konsept og það bara að vinna allar vikur og vera heim helgar 2 daga. Það er þreytur sko. En þeir kunna þetta, þegar þeir segja ég gettógyðingur, þá eiga þeir við þetta að mín verðmæti öll í huganum. Já. Og hinn raunverulega verðmæti eru sálin og þeir hafa vita það í 20 aldir að það er miklu dýrmætara að eiga 1 poka gulli heldur en 10 hektara af landi. Já. En það er miklu auðveldara að stjórna landeigandanum heldur en gulleigandanum. Já, svo getur breytt gull í land og land í gull og... Já. En það er að, sko, fólk á erfitt með að fara inn í þessar dýptir, en það er svo upptekið núna af chemtrails. Já, sem er kannski ástæða til. Mér langar að svara einu af því þú varst að tala með, sko, fiskana sem eru að detta hinni og dýr sem eru talin að útrýmast eitthvað 100 á dag eða eitthvað. Þetta var líka í gangi fyrir 40 árum þegar Arthur C. Clarke var að byrja með unexplained pælingarna sína. Það er ekkert nýtt að gerast. Nei. Það sem er nýtt að gerast er það að fólk er að byrja að skoða meira í kringum sig og byrja að vakna til vitundar að það er meira í gangi heldur en okkur er sagt.
Slitnaði svolítið hjá það núna. Guðjón alveg dottin úr sambandi við mig allavega. Nú alveg dottin, nei, það Já, er komin aftur. núna dast þinn aftur, kláraði, þú dast út. Ég segi sko, þegar menn vakna frá sínu mainstreami, þá geta þeir vaknað inn í annað mainstream, sem getur líka verið daglauslu mainstream. Það er að segja mikið af fólki sem er að vakna, og það er mjög auðvelt fyrir mig að útskýra þetta, en ég ætla ekki að gera það núna, því ég verð að hlaupa á sinna sörku. Já, en ég ætla að benda þér á eitt í þessu sem ég las í upphafi eftir hann Goebbels. Hann talaði sko að það sé hægt að viðhalda lyginni svo lengi sem þú getur varið fólk frá pólitísku, efnahagslegu og hernaðarlegum afleiðingum lygarinnar. Sko, höfum í huga þegar Goebbels á síðustu árum styrjaldarinnar þá var Goebbels varaði við því reglulega að hann segir sko þeir munu afmá þjóðnisósíalismann af jörðinni og Churchill var búinn að lýsa því í ræðu 40-41 í breska á ríkisstjórnarfundi sem var tekin upp á vídeó þar sem hann sagði við munum þvo þessa heimsmynd af jörðinni, við munum afmá hana með öllu og hann lýsti því í mörgum orðum og hann bara talaði við munum sko skrúpa þetta í burtu, þessa heimsmynd, þjóðnisósíalismans og Goebbels svaraði við því, hann sagði þeir munu sko afmá okkar heimsmynd en sannleikurinn mun koma upp aftur. Mér langar til þess að benda á það mjög mikið af sálum sem voru af fólki sem var drepið á þessum tíma fætt aftur. Það rosalega mikið af fólki sem þarf ekki nema bara 10 mínútna samtal og það rifjast allt upp. Og meitlararnir sem stýrðu þessari lygadrullu sem síðari heimsstyrjöldinni var að þeir áttu að vita betur. En vomurnar sem stjórnaði sem eru milligöngumenn á milli valdakerfi Satans og valdakerfi gúlana voman eru sem nýtt inn í þessari heimsmynd að þeir eru svo sko sannfærðir það að þeir geti náð endanlegum völdum. Já, ég held reyndar að þetta muni misheppnast hrapallega og sér það núna þeir að flæða fólk yfir til Evrópu. Þessir TISA-týpa eða túrtappa samningarnir snúast það að TPP og TTIP. Já, að þeir snúast það reisa annan svona járnvegg í kringum Evrópu og Ísrael og Bandaríkin. Já, afmarkað inn að gettóið. Já, og það... Má ég koma með eitt punkt, bara mjög stutt, sem rökstyður betur skoðun mína á því sem ég kalla Nýjuró og keisarann í Washington. En áfram. Já, sko, þetta sko, þetta plan New World Order að misheppnast. Það að Kína, Bandaríkin, Brasilía og þessi lönd séu að snúa bökum saman til þess að fara gegn NATO-veldinu, það sýnir og sannar að New World Order pælingin í klessu, sko. Já, algjörlega. Mér langar að vitna í vídeóum mitt sem heitir The Four Plots og World Order eða eitthvað slags. Ég man ekki hvað það heitir. Þar sem að ég var bara nýbúin að fatta, sko, Samurai-konspirasíð, Sovjet-konspirasíð, Anglo-Saxon-konspirasíð og svo var eitthvað, já, og svo þýska konspirasíð. Ég fór bara að hugsa við svona dýftina að það til sko shadow-elita í Japan, það til shadow-elita í Þýskalandi. Sko, Japan og Þýskaland hafa verið eins og 2 Rottweiler hundar undir stjórn Bandaríkjanna frá lokum síðari heimsstyrjaldar, bara eins og 2 vel þjálfaðir Rottweiler hundar. Og England líka, þú sér bara eins og 3 vel þjálfaðir Rottweiler hundar. En
það er til fólk í þessum ríkjum sem veit jafn mikið og miklu meira heldur en ég og þú. Fólk sem alveg upp í skuggahaldinu, fólk sem alveg upp við að vita hlutina sem við erum að rannsaka. Og þeir eru ekki hrifnari heldur en ég og þú. Elítan aðeins saminuð gagnvart gólemunum, umskiptingunum. En innbyrðis, sko, þú getur treyst því að þessi 3 ríki, breska heimsveldið, þýska heimsveldið og japanska heimsveldið, þau bíða eftir því að geta ráðist á húsbónda sinn og rifið hann á hol. Já, en þú sér enda líka við bara 2 félagarnir, við erum ekki hrifnir af Golem, sko, eins og þú byrjar þín vídeó bara með bara, já, ég að bíða eftir að Árans Góleminn drulli sér í burtu, sko, því ég nenni ekki að tala við þau einu sinni. Og þetta það sem ég hef kallað heimskuna. Já. Og það nú mikið talað það til í orðskviðunum heimskuna. Að ég nenni ekki að tala við heimskuna, sko. Já. Ég þekki hana, ég veit hvernig hún er. Já. Það bara eins og að reyna að ákvaða hvaða haus á híturinn þú átt að taka út. Já, það bara tímaðisla, sko. Já. Og það bara svona, já, hvað gerur hundurinn þegar hvað eldist hundurinn við þegar búið að taka á honum skottið? Já, þetta það sem nettröllin gera. Þau vilja veiða þig einmitt í svona orðaskap. Já. Munnhöggvast. Það er eins og ein kona sem ég var einu sinni með á þeim tíma þegar ég var ennþá týndur í hugarheiminum. Hún vakti mig svolítið. Ég var eitthvað að nöldra yfir ykkur og þá sá hún, ég nenni ekki að munnhöggvast við þig. Já, ég veit. Já, ok, djöfull er hún klár. Hún enda mjög klár stelpa. Já. Hún kendi mér að segja fyrirgefðu. Já, mér hefur reyndar gengið ágætlega með nettröllin, sko, en þar held ég að séu flest búin að blokkera mig. Já, hún sýndi mér það, sko, ef einhver að nöldra í þig, þegar þú ert fúll út í einhvern og ert að nöldra í honum, svo fyrirgefðu. Búm. Já, ég veit. Þess vegna, og þú sér það, sko, meira segja að þú ferð svona yfir framsetningar tæknina mína frá upphafi. Í kring ég verð að rjúka, það eru 2 að reka eftir mér. Já, kannski fá að klára þennan eina punkt, en sko ef þú fylgist með frásagnartækni minni á frelsitífi frá upphafi, þá það ekki ástæðulausu og ég hef sagt að ég vona að ég hef rangt fyrir mér allt. Já. Ég líka mjög ánægður með þann punkt og þetta bara svona eins og segja, þú veist, þetta bara það sem ég, með heimsmyndi sem ég sé. Þú veist, þú getur verið rján. Þetta snýst líka ekki það. Já, herðum, ég þakka þér fyrir spjallið. Bæði Káta og Salkarek og eftir mér, þær eru yfirleitt mjög þolinmóðar. Já, það mjög gott fyrir mig, sko, að fá vídeóin svona, ég komin heim svona 5-6 leiti, sko. Það var mjög gott að ég sé líka að þú ert að gera þetta á nóttinni, þá sé ég daginn eftir, það líka allt í lagi, sko. Ég ánægður með það á þjónustur líka. Ég ger þetta bara þegar andinn kemur og rekum áfram. Ég að reyna að hætta þessu, sko. Ég get glattið með því að þú ert fremstur á að tjekka hvort það sé nýtt vídeólistan hjá mér. Takk fyrir það. Það mikið gott í gangi frá þig núna og þessar pælingar eru mjög góðar, sko. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Ég verið að fá góð viðbröð og sérstaklega við Lady Boys vídeónu. Já, það nú snilld, sko. Spurningum að merkja þessu öðruvísi, bara Lady Boys og Boy Girls eða hvernig það er. Sko, þó ég hafi snúið við og sagt Boy Girls, ég í rauninni að segja, ef einhverju eftir í hug betra orð, þá bara endir að koma við á framfæri, en nú Salkaði feministi, hún verða hlýðinni. Já, herðu, ég þakka þér fyrir köfunna og við heyrumst. Takk sömuleiðis. Já, bye. Ok, bye. Já, ég þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur. Og eins og ég hef sagt, þá ég nú í miklu ferðalögum. Ég í vinnu og það tekur töluverða orku. Það ekki
hefnast að lifa af þessum útsendingum því miður. Ég hef verið miklu meira áhugaði að vinna við það. Spurningum að sækja hjá Ríkisútvarpinu kannski? Nei, veit það ekki. En þeir alltaf ringi mig í fyrramálið hjá Útvarpi Sögu. Þannig að ég verði eitthvað að bladra þar á morgun. Og ég ber mikla virðingu fyrir Markúsi og Jóa og morgun þættinu þeirra. Og ég vil hvetja ykkur til þess að dreifa myndböndunum að Guðjóns á bæði ensku rásinni og íslensku. Og náttúrulega hvetja ykkur til þess að horfa á þessi myndbönd, en þið megið fara í svona smá dreifingar herferð á því sem hann að segja. Hann að tala mjög góða hluti núna. Hann spot on eiginlega. Þótt að við séum náttúrulega ekki alveg sammála allt eða útfæslun og öllu, þá hann á mjög spennandi slóðum, sko. Og það sem hann að leggja fram líka heilmikið hráefni í til dæmis djúpköfunum, í þessu sem við höfum verið að gera í kvöld og það líka með þess að hráefni, þess vegna ég svona sólgin í það sem hann að gera. Það hráefni í það sem ég að pæla líka. Og þannig að ég skora á ykkur að kíkja það. Ég sé að fullt af flugum mættar. Það mikil sól og sumar hér í Svíþjóð og hér gott að búa og vera, en endilega munið líka styrkja mig og dreifa því sem ég að gera og munið að alltaf leysa ofbeldi með ofbeldi heimska, þannig að við stefnum að huglægum breytingum, að fólk finni sjálft sig og uppgöti hver eða ég og líka gaman ef þið hafið ekki gert það áður að lesa svolítið í Biblíunni, bara út frá þessum pælingum sem við höfum verið með. Og svona smá ráð fyrir þá sem eru nýjir í biblíulesningum að byrja bara á Nýja testamentinu. Það miklu léttara, gleymið því að byrja á blaðsíðu 1 í Mósebókunum. Og bara byrja að lesa. Og maður þarf yfirleitt að lesa Biblíuna 7 sinnum til þess að skilja hana, eða svona komast eitthvað nálægt í að skilja hana. Þannig að ég las hann á sínum tíma með því hugafæri að ég las áfram þótt ég skildi ekki neitt. Og síðan fær maður að leita að skýringum og pælingum og síðan kannski les maður í annað skipti og þá byrju, hvað var þarna punktur og hérna. Þannig að það líka bara mjög gaman að fara í gegnum hana og uppgöta leyndardómana sem þarna eru faldir. Þeir eru allir faldir. Allar perlur Biblíunnar eru vel faldar. En þar eru allar hana. En takk fyrir komuna. Verið sæl.